Fundur settur á Alþingi. Nú flytur hæstv. Forsætisráðherra stefnuræðu sína fyrir hönd ríkisstjórnarinnar og fram munu fara umræður hana sem verður útvarpað og sjónvarpað héðan úr Alþingishúsinu. Umræðurnar skiptast í tvær umferðir. Forsætisráðherra hefur 12 mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa 6 mínútur í fyrri umferð og í seinni umferð hafa þingflokkarnir einnig 6 mínútur hver. Röð flokkana í öllum umferðum þessi: Vinstrihreyfingin – grænt framboð, Samfylkingin, Flokkur fólksins, Sjálfstæðisflokkur, Píratar, Framsóknarflokkur, Viðreisn og Miðflokkurinn. Ræðumenn fyrir Vinstrihreyfinguna – grænt framboð verða Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í fyrri umferð og Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra í seinni umferð. Fyrir Samfylkinguna tala Logi Einarsson, 5. þingmaður Norðausturkjördæmis í fyrri umferð, og Þórunn Sveinbjarnardóttir, 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis í seinni umferð. Fyrir Flokk fólksins tala Inga Sæland, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður í fyrri umferð og Guðmundur Ingi Kristinsson, 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis í seinni umferð. Fyrir Sjálfstæðisflokk tala Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra í fyrri umferð og í seinni umferð Hildur Sverrisdóttir, 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Ræðumenn Pírata verða í fyrri umferð Halldóra Mogensen, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður og í seinni umferð Gísli Rafn Ólafsson, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Fyrir Framsóknarflokk tala í fyrri umferð Sigurður Ingi Jóhannsson, innviðaráðherra, og í seinni umferð Willum Þór Þórsson, heilbrigðisráðherra. Ræðumenn Viðreisnar verði í fyrri umferð Þorgerður K. Gunnarsdóttir, 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis og Guðbrandur Einarsson, 10. þingmaður Suðurkjördæmis í þeirri seinni. Ræðumenn Miðflokksins verða Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 7. þingmaður Norðausturkjördæmis í fyrri umferð og Bergþór Ólason, 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis í seinni umferð. Hefst nú umræðan og tekur fyrstur til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Kæru landsmenn og kæru þingmenn, á mánudaginn átti ég því láni að fagna að skrifa ásamt umhverfisráðherra undir stjórnar- og verndaráætlun fyrir Geysissvæðið. Himinninn var heiðríkur, strokkur gaus með reglulegu millibili, almenn gleði og friðsæld var yfir hópnum. Á slíkri stundu getur verið erfitt að hugsa hamfarahljóð í Pakistan, stríð í Úkraínu, orkukreppu í Evrópu og fjölmargt fleira sem ógnar meðbræðrum okkar og systrum allan heim. En þótt lönd og höf skilji að, þá eru vandamál þeirra líka okkar vandamál. Loftslagsváin hefur nú þegar skapað neyðarástand víða heim. Við glímum við það risavaxna verkefni að snúa þessari ógnvænlegu þróun við, lágmarka skaðann og tryggja framtíð okkar og lífríkisins alls á þessari plánetu. Í upphafi þessa kjörtímabils voru kynnt ný og metnaðarfull markmið í loftslagsmálum 55% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda sem á beinni ábyrgð okkar. Á fyrsta kjörtímabili þessarar ríkisstjórnar kynntum við fyrstu fjármögnuðu aðgerðaáætlunina í loftslagsmálum og lögfestum markmið kolefnishlutleysi eigi síðar en 2040. Og til að ná hertum markmiðum munum við endurskoða fyrirliggjandi aðgerðaáætlun, setja fram sameiginleg markmið stjórnvalda og allra geira samfélagsins hverju og hver og ein atvinnugrein getur skilað í samdrætti í útblæstri. Lagt verður fram að nýju frumvarp bann við olíuleit í efnahagslögsögunni sem mikilvægt að verði afgreitt, enda felast í því skýr skilaboð til umheimsins að Ísland ætlar að leggja sitt af mörkum til að takast á við þessa stærstu vá samtímans. Við erum á fullri ferð út úr kolefnishagkerfinu inn í nýtt grænt hagkerfi. En kæru landsmenn, leið og hraða breytingar geta verið ógnvænlegar, þá geta þeir líka vakið upp von bjartari framtíð. Daginn þá flaug ég í 8 mínútur í rafmagnsflugvél sem var nú streituhlaðin lífsreynsla. Það var stutt en þó lengra en fyrsta flug Wright-bræðra sem var árið 1903 sem varði í 12 sekúndur og náði 20 feta hæð. Og þar með afsönnuðu þeir bræður þær kenningar að vél sem væri þyngri en loftið gæti ekki flogið. Og þetta flug breytti mannkynssögunni og 20. öldin varð flugöldin og við erum stödd á öðrum tímamótum. Á 21. öldinni verður flug á grænum orkugjöfum og ég spái því að við eigum eftir að sjá þær breytingar gerast hraðar en nokkurn gat órað fyrir. Við hér á Íslandi erum í einstakri stöðu til að ná fram orkuskiptum í almannaþágu vegna þess að ýmsar góðar og réttar ákvarðanir hafa verið teknar.
Almenningur á helsta orkufyrirtæki landsins, Landsvirkjun, því stendur ekki til að breyta. Þetta er eitt mikilvægasta innviðafyrirtæki landsins ásamt Landsneti og við hljótum öll að vera þakklát fyrir að hugmyndir að selja þessi mikilvægu fyrirtæki náðu ekki fram að ganga á sínum tíma. Og eins hljótum við að þakka fyrir að orkukerfi hér á landi er sjálfstætt og undir innlendri stjórn. Nú þegar raforkuverð í Evrópu er himinhátt, þegar almenningur í Noregi, Þýskalandi og Bretlandi er jafnvel að borga margfalt verð fyrir hita og rafmagn á við okkur, er augljóst að við erum í öfundsverðri stöðu. Og þetta er meðal annars vegna þess að góðar og framsýnar ákvarðanir hafa verið teknar hingað til og miklu skiptir hvernig verður fram haldið. Þegar kemur að orkuskiptum og orkuframleiðslu þá er frumskylda okkar í þeim efnum við íslenskan almenning í nútíð og framtíð. Og við þurfum að tryggja öll orkunýting, hvort sem það eru vatnsföll, jarðvarmi, vindur, sólarorka eða hvað annað, verði ábyrg, í sátt við náttúruna og í þágu almennings. En kæru landsmenn, hækkandi orkuverð er aðeins ein afleiðing ömurlegs innrásarstríðs Rússa í Úkraínu. Og nú þegar hafa þúsundir óbreyttra borgara fallið í þessu stríði, milljónir manna eru á flótta, samfélagslegir innviðir hafa verið lagðir í rúst og endalok stríðsins eru enn ekki í sjónmáli. Ef við rifjum upp söguna þá voru ástæðurnar sem leiddu til blóðbaðs fyrri heimsstyrjaldarinnar ekki veigamiklar. En að lokum fór svo að milljónir dóu, milljónir voru sviptar framtíð sinni, draumum og þrám. Og þó að við Íslendingar séum enn fjarri heimsins vígaslóð, þá lætur stríðið engan ósnortinn. Og enn og aftur hefur fjöldi fólks verið sviptur framtíð sinni, draumum og þrám. Ísland hefur tekið á móti 1600 Úkraínumönnum á flótta og við munum gera okkar besta til að styðja við þau eftir fremsta megni og halda áfram að taka við þeim sem hingað kunna að koma. Ísland hefur veitt úkraínsku þjóðinni pólitískan stuðning á alþjóðavettvangi og lagt fram fjármuni, meðal annars í mannúðaraðstoð og efnahagslegan stuðning. Þegar Ísland tekur við formennsku í Evrópuráðinu á haustmánuðum munu málefni Úkraínu koma til okkar kasta og þar munum við tala skýrt hér eftir sem hingað til. Stríðið hefur líka sýnt okkur með áþreifanlegum hætti að fæðuöryggi er risastórt öryggismál. Ansi langt liðið síðan Björn Halldórsson í Sauðlauksdal og Magnús Ketilsson hvöttu bændur til dáða í grænmetisrækt á 18. öld þegar kartaflan var lykill að því að lifa af í harðbýlu landi. Það var framsýni á þeim tímum. Á síðasta kjörtímabili var unnin matvælastefna, stofnaður var matvælasjóður, stuðningur við garðyrkjubandur var aukinn fjórðung að því við ræðum hér kartöfluna. Og við munum halda áfram á sömu braut, landbúnaðarstefna verður lögð fyrir þingið og metnaðarfull markmið verða sett að verða í auknum mæli sjálfum okkur nóg, hvort sem er að ræða grænmetisframleiðslu eða aðrar landbúnaðarvörur. Kæru landsmenn, stríðið í Úkraínu kom beint ofan í 2 ára heimsfaraldur og verðbólga plagar nú samfélög vestanhafs og austan og hafa viðlíka verðbólgutölur ekki sést í lengri tíð. En góðu fréttirnar hér á landi eru að atvinnuástand er gott, hagvaxtarhorfur eru góðar. Það eru umsvif í efnahagslífinu. Nú sem aldrei fyrr skiptir máli að stjórnvöld og Seðlabankinn séu samstillt og ríkisfjármál og peningamálastefna vinni í sömu átt til að auka ekki frekar á vandann. Það skiptir líka máli að stjórnvöld styðji við þau sem eiga erfiðast með að mæta þessari stöðu, eins og nú í vor þegar við hækkuðum greiðslur almannatrygginga og húsnæðisstuðning og barnabótaauki var greiddur út. Félagslegar áherslur stjórnvalda í húsnæðismálum á undanförnum árum hafa skilað langt fleiri almennum íbúðum sem hafa skipt sköpum fyrir húsnæðisöryggi tekjulægri hópa. Átakshópur Þjóðhagsráðs lagði í vor fram ítarlegar tillögur að umbótum í húsnæðismálum með áherslu á aukið framboð á íbúðarhúsnæði, aukið húsnæðisöryggi, ekki síst þeirra sem eru á leigumarkaði og endurbættan húsnæðisstuðning. Ríkisstjórnin mun fylgja þessum tillögum eftir. Í samstarfi við sveitarfélögin verða byggðar 35.000 íbúðir á næstu 10 árum til að mæta húsnæðisþörf allra hópa og aðgerðirnar munu ekki aðeins auka húsnæðisöryggi, heldur einnig draga úr sveiflum á húsnæðismarkaði en húsnæðisverð er einn af þeim þáttum sem hefur ýtt undir óstöðugleika hér á landi í verðlagsmálum. Og þess vegna forgangsröðum við húsnæðismálunum til að auka lífsgæði fólks, tryggja aukinn jöfnuð bæði í upp- og niðursveiflum efnahagslífsins. Við munum einnig halda áfram að byggja upp barnabótakerfið. Á síðasta kjörtímabili styrktum við kerfið þannig að barnafjölskyldum sem fá barnabætur hefur fjölgað ríflega 3.100 frá árinu 2018
útgreiddur stuðningur aukist ríflega 3,5 milljarða króna. Og á kjörtímabilinu munum við ráðast í frekari umbætur og styðja betur við barnafjölskyldur sem risastórt velsældarmál fyrir samfélagið allt. Og við munum áfram standa vörð almannaþjónustuna, ekki síst heilbrigðisþjónustuna, sem hefur gengið í gegnum erfiða tíma undanfarin ár og staðist hvert álagsprófið á fætur öðru til heilla fyrir þetta samfélag. Og þar skiptir öllu að við byggjum áfram upp til framtíðar. Öll þessi framfaramál og fleiri skipta máli fyrir fólkið í landinu og verða vonandi einnig til þess að greiða fyrir farsælum samningum á vinnumarkaði í vetur. Kæru landsmenn, íslenskt samfélag hefur tekið stórstígum framförum þegar kemur að réttindum hinsegin fólks og þyngst vega þar líklega löggjöfin kynrænt sjálfræði og aukin réttindi trans- og intersex barna sem og ný framkvæmdaáætlun í málefnum hinsegin fólks sem mun tryggja að við höldum áfram á réttri braut. Þessi mál eru vitnisburður að það skiptir máli hvaða stefnu og ákvarðanir við tökum í stjórnmálum. En á sama tíma það dapurlegt að skynja aukna fordóma og niðrandi orðræðu í garð hinsegin fólks. Það sýnir okkur svo ekki verður villst að réttindabaráttunni lýkur aldrei, alltaf hætta á afturför. Og meðal annars vegna þessarar þróunar setti ég á laggirnar starfshóp hatursorðræðu sem hóf störf í sumar og stefnir á að skila af sér fyrir áramót. En markmið hans að gera tillögur samhæfðar aðgerðir stjórnvalda gegn hatursorðræðu, meðal annars vegna kynþáttar, litarháttar, þjóðernisuppruna, kynhneigðar og kynvitundar. Annað verkefni sem mun hafa mikil áhrif á réttindi fólks í daglegu lífi sínu lögfesting sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Og hluti af því verkefni að koma á laggirnar sjálfstæðri og óháðri mannréttindastofnun. Undanfarnar vikur hef ég haldið samráðsfund land allt sem ég hef lært mikið af mannréttindi. Mannréttindi eru ekki sjálfsögð, við getum ekki tekið þeim sem gefnum og við eigum að stefna því að Ísland verði framúrskarandi á sviði mannréttinda. Við höfum alla burði til þess sem samfélag og þannig verður samfélagið okkar manneskjulegra, betra og þróttmeira, hvort sem horft til efnahagsmála, þróunar lýðræðis og stjórnmála, menningar og lista. Réttindi innflytjenda voru mikið rædd á þessum fundum en hafin vinna við stefnu í málefnum útlendinga sem löngu tímabært í landi þar sem hátt í 16% landsmanna eru innflytjendur. Samfélagsleg þátttaka fólks sem hingað flytur til að sinna ýmsum störfum skiptir nefnilega okkur öll máli. Lífið ekki bara vinna, heldur svo ótalmargt við annað. Og við eigum að bjóða þeim sem hingað koma tækifæri til að taka þátt í lífinu á Íslandi. Hvort sem það að syngja í kór, stunda íþróttir og útivist, taka þátt í stjórnmálum og félagsstarfi, fara í leikhús eða hvað það sem mann langar að gera. Og íslenskukunnátta mikilvægur lykill að því lífi fyrir þau sem hingað koma en ekki síður fyrir okkur hin sem berum ábyrgð á að verja tungumálið og tryggja að það geti haldið áfram að vaxa og dafna. Samstillt átak stjórnvalda og atvinnulífs þarf til að bjóða fleirum upp á íslenskukennslu og helst á vinnutíma og þeim að kostnaðarlausu. Þetta raunverulegt og grjóthart viðfangsefni því á komandi árum og áratugum mun reyna verulega á samheldni samfélagsins og þá skiptir máli að við róum öll í sömu átt í þessum efnum og þetta mál sem svo sannarlega eykur lífsgæði okkar allra. Kæru landsmenn, það rann upp fyrir mér á dögunum að ég hef setið hér í 15 ár og ég hef oft fengið að heyra þau 15 ár sem ég hef setið á Alþingi Íslendinga að það sé slæmt, að ólíkir stjórnmálaflokkar þurfa stundum að starfa saman og þá verði engar framfarir. Og mér finnst þetta viðhorf furðulegt því málamiðlanir eru jú hornsteinn lýðræðisins. Í öllum lýðræðisríkjum þarf að gera málamiðlanir. Enginn sem kemur nálægt stjórnun getur forðast að gera málamiðlanir. Og þegar við hættum því erum við komin inn í eitthvað allt annað stjórnkerfi. Á tímum skautunar og einstefnu stjórnmála skiptir miklu að ná saman framfaraskref fyrir samfélagið allt. Og viðfangsefnin sem ég hef nefnt hér í kvöld eru risavaxin og það skiptir máli að við náum saman framfaraskref í þeim efnum. Og þau verða eingöngu leyst með samtali eftir lýðræðislegum leikreglum. Skautunarstjórnmálin mun ekki leysa neitt, heldur dýpka ágreininginn og leiða til átaka á tímum sem kalla einmitt á að fólk með ólíkar lífsskoðanir tali saman og leiti saman lausna gagnvart þessum stóru áskorunum.
Á slíkum grunni er hægt að byggja til framtíðar og þó að stjórn og stjórnarandstaða eigi auðvitað eðli málsins samkvæmt að takast á og leiða fram rök og gagnsrök, þá vona ég að þingmenn allir, óháð flokkum og ólíkum lífsskoðunum, að okkur öllum beri gæfa til að vinna á slíkum grundvelli, þjóðinni allri til heilla á þeim þingvetri sem nú er að hefjast. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson, talar af hálfu Samfylkingarinnar. Herra forseti, góðir landsmenn. Fyrir síðustu kosningar tókst ríkisstjórnarflokkunum að höfða til öryggisþarfa í kjölfar COVID og þreytu á stjórnmálum almennt og útkoman er sama gamla stjórnin sem engum finnst beinlínis vond en engum finnst heldur koma miklu í verk og heldur aðeins í horfinu og meðan hrannast mikilvæg verkefni upp. Það er nefnilega ekki alltaf best að kjósa óbreytt ástand. Meira að segja hæstvirtur forsætisráðherra virtist gera sér grein fyrir þessu þegar hún talaði við sínu fólki á flokksráðstefnu VG nýlega, þegar hún talaði allt það sem að VG myndi vilja gera, rétt eins og að VG væri ekki í valdastöðu. Til dæmis vildi hún hætta sérsköttun og ofsaríku fólki sem greiði minna til samfélagsins en við hin. Og varaformaður VG sagði við sama tækifæri að flokkurinn vildi helst vera í annarri ríkisstjórn, en þau yrðu að vera í þessari til að passa upp á að hlutir gerist ekki. Hann nefndi reyndar ekki hvaða hlutir máttu ekki gerast, en varla átti hann við kjör aldraðra, öryrkja, launþega eða framlög til heilbrigðiskerfisins. Nei, því miður er það nefnilega svo að í skjóli meintrar varðstöðu VG kyngir flokkurinn lækkun veiðigjalda, ömurlegri útlendingastefnu, brothættu velferðarkerfi, ómarkvissri byggðastefnu, vafasömum embættisveitingum og metnaðarleysi í loftslagsmálum. Og hvað sem líður öllum ræðuhöldum og flokksráðsfundum, þá er varðstaðan í reynd hagsmuni hinna ríku og við sjáum það bara ágætlega í fjárlögunum. Og enn einu sinni blasir því við efnahagsvandi sem verður til í jafnvægisleysi sem hefur einkennt íslenskt samfélag svo lengi sem elstu menn muna. Almenningur stendur frammi fyrir því að verð á nauðsynjum hækkar, vextir hækkar og fólk horfir á kaupmáttinn rýrna leið og því er sagt að það sé óábyrgt að sækja leiðréttingar í kjarasamningum. Og ungt fólk sem er að hefja búskap stendur andspænis húsnæðisverði sem er nánast ókleifur múr. Sem sagt, sama gamla sagan, of mikil sóun á sumum stöðum, of mikil skortur á öðrum stöðum. Það er vitlaust gefið. Og er þetta jafnvægisleysi eitthvað í genunum á okkur Íslendingum? Nei. Er þetta náttúrulögmál? Ó nei, á þessu er bara mjög einföld skýring. Hér ráða einfaldlega för sterk öfl sem hafa hag af því að viðhalda hlutunum eins og þeir eru. Stórfyrirtækin og ríkasta 1% sem gerir upp í evrum en telur okkur hinum trú að íslenska krónan sé þjóðargersemi. Ríkisstjórnin er mynduð kringum varðstöðu þessa hagsmuni. Því miður hefur jafnaðarstefnan ekki verið höfð að leiðarljósi nokkur síðustu kjörtímabil, með þeim afleiðingum að tekjuhlið ríkisins er sífellt meira borið upp af sköttum launafólks á meðan að ríkasta 1% er hlíft. Og þess vegna er minna úr að spila til að reka stóru kerfin, þessi mikilvægustu kerfi sem landsmenn eru sammála að eigi að greiða úr sameiginlegum sjóðum. Menntakerfið, heilbrigðiskerfið sem hefur verið fjársvelt árabil. Herra forseti, nú siglum við inn í mjög erfiðan vetur fyrir mörg og aðstæður leyfa einfaldlega ekki ríkisstjórnarsamstarf sem gengur út á það að hlutir gerist ekki. Við þurfum undir eins snarar, afgerandi aðgerðir til að vernda launafólk, vernda almenning fyrir verðbólgunni, ná breiðari sátt skiptingu á byrðum.
Við þurfum undir eins að takast á við stórkostlega fjármögnunar- og mönnunarvanda heilbrigðiskerfisins. Og í dag, þegar færum á rök fyrir því að fólk sé annars flokks þegnar fyrir það eitt að velja að búa fjarri höfuðborgarsvæðinu, er svarið að auka eldsneytisskatta sem mun hækka vöruverð í dreifðari byggðum fráleitt. Miklu frekar ættum við að horfa til framtíðar, efla nýsköpun, tækni sem styrkir atvinnulífið allt land. En því miður þá þola þær greinar illa sveiflur krónunnar og því felast miklir hagsmunir fyrir Íslendinga í fullri þátttöku í Evrópusambandinu með stöðugri gjaldmiðli. Þar fara saman hagsmunir almennings og atvinnulífs. Við þurfum með öðrum orðum ríkisstjórn sem tekur almannahagsmuni fram yfir sérhagsmuni og óttast ekki alþjóðlega samvinnu í síbreytilegum heimi. En kæru landsmenn, þótt efnahagslífið krefjist auðvitað allrar okkar athygli, þá er það mín bjargfasta trú að ábyrgir stjórnmálaflokkar megi ekki hunsa margvíslegar áskoranir sem mannkyni stendur andspænis í mannréttindamálum. Hvort heldur þegar kemur að fátækt, misskiptingu, stöðu hinsegin fólks eða annarra í viðkvæmri stöðu, svo ekki sé minnst á milljónir fólks á flótta undan hörmulegum aðstæðum. Þetta er verkefni sem er sameiginlegt öllum ríkjum heims. Þetta er allra stjórnmálaflokka, allra manna. Flokkar sem ekki grundvalla stefnu sína á mennsku og samhjálp hafa einfaldlega engin svör í þeim aðstæðum sem mannkyni stendur nú frammi fyrir. Og ég mun beita mér áfram fyrir því að þar liggi meginþráður Samfylkingarinnar þó að bráðlega muni ég gera það úr öðrum stóli en áður. Næst tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, og talar af hálfu Flokks fólksins. Virðulegur forseti, kæra þjóð. Þá loksins er þingið komið saman, 153. löggjafarþing. Það er gott að vera komin aftur. Miklu betra heldur en að hlusta á þessa innihaldslausu stefnuræðu forsætisráðherra sem ég hafði nú gert mun meiri væntingar til. Að hugsa sér að hér talar æðsti stjórnmálamaður og æðsti valdhafi þjóðarinnar nákvæmlega nánast ekki neitt, heldur en létta sögustund það sem var og hugsanlega vonandi það sem verður. Hugsa sér að það er ekki minnst einu einasta orði á þann þjóðfélagshóp sem ég er málsvari fyrir, gleymda fólkið, fátæka fólkið, fólkið sem stendur í röðum fyrir framan matarstofnar og biður mat, fátæku börnin sem geta ekki nýtt sér það sem hæstv. Forsætisráðherra sagði að við skyldum gjarnan gera fyrir gesti okkar þá sem sækja okkur heim. Hjálpum þeim að komast í leikhús. Við verðum að kenna þeim, hjálpa þeim til að taka þátt í íþróttum. Ég spyr, kæru landsmenn, en hvað þá sem eru hér fyrir? Það er ekki nóg að vera gestrisinn. Það er ekki nóg að taka á móti fólki og þykjast allt fyrir alla vilja gera. Það verður líka að standa við það. Það verður að fylgja efndir. Og það er algjört grundvallaratriði þegar við tökum á móti fólki sem við viljum opna faðmi fyrir að við gefum þeim tækifæri á því að aðlaga samfélaginu okkar og tala íslensku. Að við séum ekki að hamla þeim að tala íslensku. Hugsið ykkur, virðulegi forseti og kæra þjóð, hugsið ykkur það að börn sem eru að koma hér og ætla að taka þátt í okkar samfélagi, þau sitja í sínum skólastofum og þau eru sótt þangað inn 2 klukkutíma í viku til að kenna þeim íslensku. Hvernig líður þessum börnum í samfélaginu okkar, frábæra samfélagi? Illa, virðulegi forseti. Þeim líður illa. Mér langar til að segja ykkur frá því að náinn vinur þurfti að leita aðstoðar á geðdeild, bráðageðdeild Landspítalans. En vitið þið hvað, virðulegi forseti?
Þú mátt ekki þurfa á bráðageðdeild að halda nema á milli 12 og 5 á virkum dögum. Bara þú skalt ekki voga þér að vera eitthvað tæpur á tauginni helgar og hinum tímum sólarhringsins. Þá þótti annaðhvort að komast þangað í gegnum lögregluna eða sitja í ómælda klukkutíma inn á bráðadeild Landspítalans og bíða þar eftir þjónustu. Svona Ísland í dag. Svo verið að tala allt vænt sem vel grænt. Hvaða öfugmæki felast í því að tala kolefnislaust Ísland árið 2040 á sama tíma og hæstvirt ríkisstjórn sem þykist vilja berjast fyrir orkuskiptum og öðru slíku að fara að skella 5 milljarða sköttum beinustu leið á rafmagnsbílana strax á næsta ári. Og 86 milljarða munur á halla ríkissjóðs á milli ára. Hvers skyldi nú eiga að sækja þann mun, þann jákvæða mun sem hallinn lægri? Jú, í vasa skattgreiðenda. Jú, í vasa millitekjufólks. Jú, til þeirra sem eru skattpíndir fyrir fátæka fólki sem skattpínd og skattlagt þó það sitji í sárri fátækt. En eru þið að sækja þetta fjármagn til sægreifa, þeirra sem eru að fá 62 milljónir á mánuði í fjármagnstekjuskatt? Nei. Erum við að sækja það í bankana sem að maka krókinn og okurvöxtum og því landslagi sem búið að búa núna, græðgisvæddu okurlandslagi sem búið að vera að búa til núna fyrir bankana? Nei. En það skal klára að selja gullgæsina sem tókst nú svo ansi vel að selja, sérstaklega fyrri salan. Hún var náttúrulega bara, virðulegi forseti, skandall og merkilegt að skýrsla Ríkisendurskoðunar skuli ekki frekar hafa fjallað hana. Skýrslan sem við reyndar enn að bíða eftir. En ég get bara aðeins sagt þetta, virðulegi forseti og elskulegu landsmenn. Flokkur fólksins mun veita harða stjórnarandstöðu hér í vetur, enda veitir ekki af. Flokkur fólksins málstaður þeirra sem hafa verið týndir og settir hjá garði. Og við munum aldrei bregðast þeim sem hafi gefið okkur sitt dýrmæta atkvæði og gefið sjálfum sér leið 6 öfluga þingmenn á Alþingi Íslendinga. Þá tekur til máls hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og talar af hálfu Sjálfstæðisflokks. Virðulegi forseti, átök geisa enn í Úkraínu þótt gagnsókn heimamanna veki von frekari árangur gegn innrásarliðinu. Orkukrísa víða í Evrópu. Í Bretlandi kostar nú orðið 400 krónur að fylla baðkarið að heitu vatni. Verðbólga í Hollandi 12%. Í Eistlandi nálgast 25%. Og talið að hún sé komin yfir 80% í Tyrklandi. Þetta fjalla fréttirnar út í heimi, hérna í okkar heimshluta. Hvað í fréttunum hérna heima á sama tíma? Ísland var uppselt í sumar. Atvinnuleysi nú minna en fyrir heimsfaraldur, lægra heldur en að meðaltali frá árinu 2000. Fiskverð há, orkufyrirtækin á Íslandi skila verulega góðri afkomu, þeirri bestu í sögunni. Hagvöxtur 10% í ár og í fyrra. 13.000 störf orðið til á einu ári á Íslandi og afkoma ríkissjóðs batnar 100 milljarða milli ára. Framundan mikil uppbygging innviða, átak í uppbyggingu og fjölgun íbúða. Og verðbólgan tekin að lækka, það sýna nýjustu mælingar og menn á markaði spá því að hún muni geta áfram lækkað, en það gerist auðvitað ekki nema opinberu fjármálin styðji þá þróun. Og á það lögð áhersla í nýju fjárlagafrumvarpi. Já, það skörp skil á milli þess sem í fréttum hér heima fyrir og þess sem sagt frá að sé að gerast í okkar heimshluta að öðru leyti. Hér spáð áframhaldandi hagvexti en víða í Evrópu enn verið að reyna að blása lífi í glæðurnar, en það dálítið flókið að fást við verðbólguna vegna þess að skuldirnar hafa hrannað svo upp að það erfitt að hækka vexti. Og því miður þá hafa lífskjör víða versnað vegna þessa og munu halda áfram að versna ef ekki tekst að ná stjórn á ástandinu.
eins og glöggir hafa nú kannski tekið eftir, þá hef ég ekkert minnst á það að það hafi komið fram í fréttum hér að Píratar hafi verið óánægðir með fjárlagafrumvarpið. Það mátti svo sem ganga bara út frá því, það hefði enginn fengið stig fyrir það í spurningakeppni. Og af Samfylkingunni það helst að frétta núna að mér heyrist að þau stefna því að leggja varanlega niður svona helstu baráttumál síðustu 10 ára, íhuga að skipta nafn. En stefnan skatta, hún greinilega óbreytt. Hún almennt að halda þeim háum. Ef einhver að spyrja sig, Sjálfstæðisflokkurinn, hann mun áfram heita Sjálfstæðisflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn mun áfram berjast fyrir bættri afkomu heimilanna í landinu. Og hvernig hefur það nú gengið undanfarið? Já, það gekk framúrskarandi vel, meira að segja í heimsfaraldrinum. Allar tekjutíundir bættu kaupmátt sinn í miðjum heimsfaraldrinum, ár eftir ár. Og heimilin hafa aukið kaupmátt ráðstöfunartekna 60.000 krónur á mánuði frá árinu 2016. Það staðan á Íslandi. Og nú, þegar verðbólgan hefur aftur skotið upp kollinum og við erum að vinna í því að ná henni niður, þá skiptir máli að opinberu fjármálin styðji sérstaklega þá sem að standa veikast fyrir, eru með minnst á milli handana og við stöndum með því fólki, meðal annars með því að tryggja nú milli ára 9% hækkun bóta almannatrygginga. Þetta eru markvissar aðgerðir sem að skipta verulega miklu máli. Ég verð að segja það alveg eins og það kemur manni svo mikið á óvart við þessar aðstæður. Þegar hlutirnir að ganga með okkur, við erum búin að snúa mjög þröngri stöðu upp í nýja sókn, mikinn hagvöxt, stórbætta afkomu ríkissjóðs. Að heyra kvartað undan því hér á þingi og svona í þjóðfélagsumræðinu sums staðar að það sé nú ekki verið að kynna til sögunar nægilega mikið af nýjum sköttum. Fyrst og fremst segi ég þetta vegna þess að afkoma ríkissjóðs að batna þetta verulega og við erum með trúverðuga áætlun það að ná aftur endum saman. En það líka vegna þess að það fer svo fjarri að íslenska ríkið sé ekki nægilega fyrirferðarmikið hér í hagkerfinu, að við tökum ekki nægilega mikið af sjálfsaflafé fólks eða úr umsvifum í hagkerfinu til þess að millifæra héðan frá Alþingi. En það einmitt hérna sem að birtist með svo skýrum hætti munurinn á ólíkri hugmyndafræði hér á þinginu. Við viljum tala fyrir stöðuleika, frjóum jarðvegi fyrir fólk til þess að blómstra á eigin forsendum og svo eru hinnir sem tala ríkisvæðingu allra vandamála og allra lausna. Þetta eru stjórnmálin sem ganga út á það að hækka skatta endalaust þar, og sérstaklega þar sem að ef einhvers staðar gengur vel þá verður að ráðast gegn því og síðan vilja menn hérna á Alþingi útdeila réttlætinu af því að það eru stjórnmálamennirnir sem að vita best hvernig fólkið á að hafa það, ekki satt. Þetta stjórnlyndi á móti frjálslyndi. Undanfarin ár hefur kaupmáttur vaxið jafnt og þétt, meðal annars með skattalækkunum og með því að skapa jákvæð almenn skilyrði fyrir fyrirtæki til þess að ráða fólk og borga þeim góð laun. Borga fólki góð laun. Þannig lagast hagur ríkissjóðs og okkar allra með því að atvinnulífinu gangi betur. Það mun skila sér fyrir okkur öll og tryggja að við getum staðið myndarlega undir þeirri mikilvægu opinberu þjónustu sem við ætlum að halda úti. Virðulegi forseti, við Íslendingar höfum fordæmt árás Rússa á fullvalda ríki í Úkraínu og við þurfum að fylgja því eftir með fullri og virkri þátttöku á alþjóðavettvangi. Við eigum ekki að vera eftirbátar nágrannaríkja okkar í stuðningi vegna þess máls. Hér heima fyrir höfum við tækifærin til þess að halda áfram í sókn. Við höfum nú þegar forskot á mörgum sviðum eins og í orkumálum og víðar. Þetta þing verður vonandi heilladrjúgt í að taka góðar ákvarðanir fyrir land og þjóð. Til þess eru allar aðstæður. Hvernig úr rætist algjörlega undir okkur komið sem að hér sækjum nýtt þing. Nýtum tækifærin, sækjum fram. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, og talar af hálfu Pírata. Kæra þjóð. Þetta í 6. sinn sem ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur lýsir stefnu sinni fyrir komandi þingár. Og í 6. sinn sem við heyrum sama gamla innantóma loforðaflauminn.
Ég kalla hann ekki innantóman af neinni léttúð, þvert á móti hef ég raunverulegar áhyggjur af neikvæðum afleiðingum sem innistæðulaus loforð hafa á lýðræðið og traust fólks gagnvart Alþingi. Forsætisráðherra boðar núna í 6. sinn fögur fyrirheit aðgerðir í loftslagsmálum og segir jafnvel að við séum á fullri ferð inn í grænt hagkerfi. En í 6 ár hafa áætlanir aldrei orðið að aðgerðum sem virka. Og það er ekkert útlit fyrir að það breytist með loðnum loforðum 55% samdrátt. Forsætisráðherra vísar líka í neyðarástand í ræðu sinni. Það er samt ekki nema örstutt síðan að ráðherra afsakaði svikin loforð við Björk Guðmundsdóttur og Gretu Thunberg með því að halda því fram að hún hefði valið að ná árangri frekar en að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Ráðherra sagði að ekki væri þörf á frekari orðum heldur aðgerðum. En það er einmitt það eina sem við fáum. Fullt af orðum, fáar aðgerðir og engan árangur. Ef það er neyðarástand, þá þarf að lýsa því yfir. Og það er neyðarástand. Við verðum að horfast í augu við raunveruleikann til að geta brugðist við honum af alúð og hugrekki. Og í því felst einmitt risastór aðgerð. Kæru landsmenn, forsætisráðherra boðar áfram fögur fyrirheit í stefnuræðu sinni. Í þetta sinn er það í húsnæðismálum. Og nú er því lofað að byggja í 20.000 íbúða á næsta árum, þrátt fyrir að engum áætlunum slíka uppbyggingu sé lýst í fjárlögum. Húsnæðisvandinn varð til undir forystu þessara 3 flokka sem hafa unnið saman í ríkisstjórn í tæp 5 ár. Húsnæðisvandinn varð til undir forystu þessara 3 flokka sem hafa lítið sem ekkert gert til að auka framboð á húsnæðismarkaði en allt til að auka eftirspurn. Krísan sem blasir við ungu fólki í dag og fyrstu kaupendum er krísa ríkisstjórnarinnar. Hvers vegna í ósköpunum ættum við að treysta þeim núna? Hversu lengi er ríkisstjórnin búin að lofa að bjarga heilbrigðiskerfinu? Og hversu lengi hefur þessi sama ríkisstjórn hunsað ákall heilbrigðisstarfsmanna eftir mannsæmandi vinnuaðstæðum og launum í samræmi við það gríðarlega álagi sem fylgir starfi þeirra? Allt of lengi, herra forseti. Svo lengi raunar að 10 hjúkrunarfræðinga á bráðamóttökunni hafa gefist upp á nokkru sinni rætist úr loforðum ríkisstjórnarinnar og sagt upp störfum. Svo slæmt er ástandið. Það er enda engin furða. Fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp boðar svo enn frekari aðhald í rekstri spítalans. Hversu lengi er ríkisstjórnin búin að lofa að rétta hlut öryrkja? Hversu lengi er hún búin að lofa að stöðva kennitöluflakk? Hversu lengi er hún búin að lofa að niðurgræða sálfræðiþjónustu, að hætta að refsa vímuefnanotendum, svo lengi að það er ekkert mark á þessum loforðum takandi? Hvers vegna ættum við að treysta þeim núna? Kæri landsmenn, eitt af fyrstu verkum ríkisstjórnarinnar á nýju kjörtímabili var að selja hlut af Íslandsbanka til útvalinna í lokuðu útboði. Þjóðinni var skiljanlega misboðið þegar kom í ljós hverjir keyptu og hversu mikið milliaðilar græddu á sölunni. Enda telja rúmlega 88% þjóðarinnar að óeðlilegir viðskiptahættir hafi átt sér stað. Forsætisráðherra ásamt innviða- og fjármálaráðherra gaf út tilkynningu í kjölfarið að ekki yrði ráðist í frekari sölu að sinni og ítrekuðu mikilvægi þess að traust og gagnsæi ríki sölu á eignum ríkisins. Eðlilega. En forseti fjármálaráðherra, hann ætlar bara samt að klára að selja Íslandsbanka. Jafnvel þótt að skýrsla ríkisendurskoðanda framkvæmd sölunnar liggi ekki fyrir. Jafnvel þótt að ekkert uppgjör hafi enn átt sér stað það að fjármálaráðherra hafi selt föður sínum ríkiseign á útsölu í útboði sem almenningur fékk ekki að taka þátt í. En fjármálaráðherra er bara alveg sama traust og gagnsæi. Fjárlögin sýna svart á hvítu hversu lítið er að marka yfirlýsingar ráðherranna og hversu litla vanvirðingu fjármálaráðherra hefur eða ber fyrir þjóðinni. Kæra þjóð, forsætisráðherra vill aðgreina sig frá skautunarstjórnmálum, eins og hún kallar þau, og segir að vandamál samtímans verði einungis leyst með samtali eftir lýðræðislegum leikreglum. Hún hvetur okkur, þingmenn í stjórnarandstöðu,
til þess að vinna eftir þessum lýðræðislegu leikreglum. Ég vil því hvetja forsætisráðherra til þess að líta í eigin barm og rifja upp þær lýðræðislegu leikreglur sem hún hefur brotið undanfarin ár með það að markmiði að bæta fyrir brot sín. Því það brot á lýðræðislegum leikreglum að hunsa niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu stjórnskipan Íslands. Og það var sannarlega frammi brot á leikreglum lýðræðisins í fyrra haust þegar meirihluti Alþingis ákvað að lýsa sig réttkjörum þrátt fyrir margvísleg og alvarleg brot sem voru framin við talningu atkvæða í Norðvesturkjördæmi. Og það vissulega brot á leikreglum lýðræðisins að gefa kjósendum hvert innihaldslausa loforðið á fætur öðru. Og þótt málamiðlanir séu til margs nýtar, eins og forsætisráðherra þreytist ekki á að segja í hverri stefnuræðunni á fætur annarri. Það á ekki og má ekki gera málamiðlanir grundvallar leikreglur lýðræðisins. Því ef við gerum það, þá fyrst erum við komin inn í eitthvað allt annað stjórnkerfi. Þá tekur til máls hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og talar af hálfu Framsóknarflokks. Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Það tæpt ár liðið frá síðustu kosningum til Alþingis Íslendinga. Í þeim kosningum var ljóst hverjum íslenska þjóðin treysti best fyrir því vandasama verki að leiða þjóðina eftir erfiða baráttu við heimsfaraldur. Baráttu sem ekki aðeins herjaði á heilsu okkar, heldur en einnig á efnahag þjóðarinnar. Þessi barátta tók toll af heilsu margra og þreki. Kerfin okkar stóðust álagið en það tekur tíma að ná fullum styrk að nýju. Heilbrigðiskerfið okkar með öllu því magnaða fólki sem þar starfar sýndi styrk sinn og fyrir það eru við þakklát. Faraldurinn tók á okkur öll. Lífið breyttist mikið á meðan á faraldrinum stóð en hann hafði ekki aðeins bein áhrif á líkamlega heilsu, heldur einnig andlega og félagslega. Nú þegar líður á haustið þá finnur maður hvar sem komið hvernig þrótturinn aftur að komast í sama horf og áður og hvernig gleðin sem við fyllumst við það að geta óhrædd ferðast og sótt fjölmennar samkomur aftur komin í augu fólks. Viðsnúningi efnahagslífi landsins má að miklu leyti þakka einmitt þessu nýfengna ferðafrelsi. Við höfum notið þess að hingað streyma að nýju ferðamenn sem vilja upplifa landið okkar og menningu. Ferðaþjónustan hefur tekið flugið að nýju og auðgar byggðir land allt. Náttúran ber ábyrgð á stórum hluta af lífsgæðum okkar hér á landi. Það hún sem dregur ferðamenn til landsins, hún fóstrar landbúnað og sjávarútveg og í henni uppspretta orku auðlindarinnar. Og síðast en ekki síst hún dýrmæt í sjálfri sér, með sínum fögru og oft hrikalegu myndum og flóknu og einstöku lífríki. Fortíðin hefur sýnt okkur að lykillinn að lífsgæðum á Íslandi að feta einstigi, verndar og nýtingar. Samtíminn í nágrannalöndum okkar sýnir að við erum einstaklega lánsöm með okkar innlendu orku. Ef rétt á spilum haldið, mun framleiðsla á innlendri orku fyrir ökutæki, skip og flugvélar veita okkur einstakt orku sjálfstæði. Fyrir þessari ríkisstjórn liggur að nýta tækifærin vel þegar kemur að orkumálum, vera ábyrg, vera framsýn. Breytingarnar sem voru gerðar á Stjórnarráði Íslands eftir síðustu kosningar miðuðu allar á því að stjórnkerfið þjónaði betur samfélaginu. Veigamikil breyting fólst í því að undir nýtt innviðaráðuneyti heyra nú húsnæðismál, skipulagsmál, samgöngumál, sveitarstjórnarmál og byggðamál. Með þessari breytingu hefur náðst betri yfirsýn sem leiðir til markvissari aðgerða, til dæmis á sviði húsnæðismála. Í sumar undirritaði ég ásamt formanni Samband íslenskra sveitarfélaga rammasamning húsnæðisuppbyggingu. Í gær hleyptum við formlega af stokkunum næstu lotu sem felur í sér samtal og samningsgerð við einstaka sveitarfélög. Í þessu starfi sem fjölmargir hagaaðilar hafa komið að má segja
að hafi orðið til sannkallað þjóðarátak í uppbyggingu húsnæðis, enda ekki vanþörf á. Því við finnum öll hvernig skortur á húsnæði hefur valdið miklum hækkunum, bæði á húsnæði en ekki síður á verðbólgu og vöxtum. Sú vinna sem þegar hafin í húsnæðisuppbyggingu markar að mörgu leyti tímamót. Hér eru ekki á ferðinni neinar skammtímalausnir, kerfið ekki plástrað, heldur lagður grunnur að markvissri uppbyggingu til lengri tíma. Með þessum aðgerðum verður skapað jafnvægi sem kemur í veg fyrir miklar sveiflur sem leggjast ólíkt á nýjar kynslóðir sem koma inn á húsnæðismarkaðinn. Virðulegi forseti, tæpt ár liðið frá þingkosningum. Á þessu tæpa ári hefur ríkisstjórnin meðal annars tekist á við efnahagslegar afleiðingar heimsfaraldurs og stríðs í Úkraínu. Við höfum þurft að stíga á útgjaldabremsuna fyrir árið 2023 til þess að ná tökum á þenslunni, á verðbólgunni. Og við sjáum strax árangurinn af ábyrgri stjórn. Og við sjáum möguleikana að vaxa árin eftir 2023. Ef við tökum aðeins til okkar að fara varlega þegar þenslan mest og verðbólgan geisar. Því afleiðingar verðbólgunar eru Íslendingum vel kunnar og ekki af góðu. Það að grípa ekki til aðgerða nú væri eins og að gefa í á leiðinni yfir blindhæð. Fyrir ári síðan treysti þjóðin þessari ríkisstjórn fyrir því að varða leiðina til framtíðar, til aukinnar hagsældar, til meiri jöfnuðar og fleiri tækifæra. Og þau eru víða tækifæri. Við sjáum kraftinn í matvælageiranum, í ferðaþjónustunni, í orkugeiranum, hinum skapandi greinum og við sjáum hugverkaiðnaðinn vaxa hratt. Þessi ríkisstjórn mun áfram standa fyrir uppbyggingu í samgöngum, í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu, í menningunni og öðrum grundvallarþáttum þjóðarinnar, þessum sem skapa samfélag. Þessi ríkisstjórn mun áfram vinna af því að skapa samfélaginu okkur betri umgjörð, betri skilyrði. Þessi ríkisstjórn mun áfram vinna af því að bæta kjör almennings, af því að til þess vorum við kosin. Tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, og talar af hálfu Viðreisnar. Virðulegi forseti, kæra þjóð. Í fleiri en einum skilningi erum við nú minnt á bíómyndina Groundhog Day. Við þekkjum öll þessa mynd manninn sem vaknar aftur og aftur, sama daginn, dag múrmeldýrsins, og endurtekningar verða yfirþyrmandi. Hver dagur öðrum líkur. Við höfum heyrt gamalkunnug stef hjá ríkisstjórninni hér í kvöld fögru fyrirheitin og endurteknu loforðin. 5 ára reynsla af því að hlusta á stefnuræðu forsætisráðherra þar sem sömu stefin eru klifuð ár eftir ár dregur upp skýra mynd. Það sem birtist svo skýrt hinn pólitíski ómöguleiki þessara 3 flokka, þar sem hver og einn þeirra hefur neitunarvald yfir stefnumálum hinna. Síðast í gær voru Vinstri græn að slá á fingur Sjálfstæðisflokksins og útiloka með öllu aukinn einkarekstur í heilbrigðiskerfinu. Einkarekstur sem hefur gefist vel hér á landi og á Norðurlöndunum. En afleiðingin af þessu helsta einkennismerki ríkisstjórnarinnar, kyrrstaðan. Hverjum hún nýtist síðan best þekkjum við vel, allt of vel. En þessu þarf að breyta því risastór verkefni bíða okkur. Auðvitað engar töfralausnir til. Það leysir ríkisstjórnina samt ekki frá þeirri skyldu að hafa skýra framtíðarsýn, vera hreyfiafl, en það hún ekki. Vöruverð hefur nú hækkað á ógnarhraða og vextir af húsnæðislánum orðnir svimandi háir. Heimilisbókhaldið þolir ekki frekari þrengingar. Verðbólgan svipuð hér og annars staðar, en vextir eru ekki þeir sömu. Íslensk heimili þurfa að greiða miklu hærri vexti en íbúar nágrannaríkjanna. Þetta kunnulegt stef í íslenskum veruleika. Fjölskyldur og fyrirtæki landsins vakna aftur og aftur sama daginn í endurteknum víxlverkunum vaxta og verðbólgu sem nær áratugi aftur í tímann. Þessi kjaramunur helsti dragbítur framfara, stærsta orsök glataðra tækifæra. Það skortur á veruleika tengingu að takast ekki af krafti
á við nákvæmlega þennan vanda sem helsta áhyggjuefni fjölskyldnanna í landinu. Þetta spurning það að allir hafi jöfn tækifæri. Þegar forstjórar útflutningsfyrirtækja ráðast í nýjar fjárfestingar geta þeir tekið erlend lán á sömu kjörum og erlendir keppinautar. Þannig á það líka að vera. En þegar starfsfólki þeirra kaupir nýja íbúð eru vextirnir margfalt hærri. Þannig eiga hlutirnir ekki að vera. Ekki ef við ætlum að vera land jafnra tækifæra. Þessu þarf að breyta, þótt það taki tíma. Sú breyting kjarninn í þeirri frjálslyndu hugsun sem stefna Viðreisnar byggir á. Að við þorum að setja okkur markmið að Ísland verði land jafnra tækifæra. Virk og heiðarleg samkeppni önnur lykilforsenda í þessu, en þau sjónarmið heyrast bara ekki á stjórnarheimilinu. Innan ríkisstjórnar eiga neytendur enga bandamann. Jöfn tækifæri allra byggja líka á því að allir hafi jafnan kosningarétt. Þess vegna skiptir öllu máli að breyta kosningalögunum. Þar innbyggt óréttlæti. Leiðréttum það misvægi sem nú ríkir, milli flokka og íbúa í landinu. Og við þurfum sannarlega að hlaupa hratt til að ná loftslagsmarkmiðunum. En ríkisstjórnin fer ekki einu sinni fetið. Í 5 ár hefur hún staðið í sama skófarinu. Engar nýjar ákvarðanir eru teknar orkuöflun. Engar alvöru aðgerðir í loftslagsmálum. Þessa kyrrstöðu þarf að rjúfa. Við erum að falla á tíma. Breytingar í sjávarútvegi eru tímabærar og í samræmi við ákall almennings. Viðreisn hefur mætt þeim tillögum dreift eignarhald, aukið gagnsæi og skýrari reglur tengda aðila. Við höfum líka lagt til að markaðsgjald verði greitt fyrir veiðiréttindin. Alveg skýrt. Allt til að draga úr samþjöppun og skapa breiðari sátt þennan grunnatvinnuveg þjóðarinnar. Frjálslynd markaðsstefna með félagslegri ábyrgð. En í 5 ár hefur ríkisstjórnin ekkert gert í þessum efnum. Þessu þarf að breyta. Útgjaldaþensla og hallarekstur ríkissjóðs áhyggjuefni. Tækifærin til endurskipulagningar og einföldunar blasa við, en kjarkinn til að forgangsraða vantar. Vandinn skilinn eftir í fangi næstu ríkisstjórnar eins og samtök atvinnulífsins hafa bent á. Landspítalann hefur til að mynda munað þá milljarða sem fóru í fjölgun ráðuneyta, en ríkisstjórn án markmiða forgangsraðar ekki, heldur þenur út kerfið. Flestar þjóðir taka nú skref til þess að styrkja stöðu sína í fjölþjóðlegu samstarfi. Ríkisstjórn Íslands stendur ein og sér og gerir það sem hún gerir best, ekkert. Nákvæmlega ekkert. Viðreisn hefur ítrekað lagt fram tillögur að leyfa þjóðina ákveða sjálf hvort hefja eigi viðræður að nýju við Evrópusambandið. Enda alltaf rétti tíminn til að klára það brýna framfaraskref fyrir heimilin og fyrirtækin í landinu. Þjóðin áttar sig á þessu. Og kannski þess vegna sem hún fær ekki að kjósa málið. Pólitískur ómöguleiki kallar ríkisstjórnin í öllu sínu lítillæti, en höfum eitt á hreinu, kæra þjóð. Þegar þjóðinni sjálfri falið að taka ákvarðanir í stærstu málunum, þá ekkert til sem heitir pólitískur ómöguleiki. Þau sem þannig tala þurfa einfaldlega að finna sér eitthvað annað að gera. Ágætu landsmenn, við sökum ríkisstjórnina ekki að boða töfralausnir, en við gagnrýnum hana fyrir 5 ára kyrrstöðu. Við þurfum ríkisstjórn sem stígur stór skref til framtíðar með frjálslyndi, jafnrétti og almannahagsmuni að leiðarljósi. En fyrst og síðast þurfum við ríkisstjórn sem eyðir ekki dýrmætum tíma í innbyrðis átök og innan mein. Ríkisstjórn sem rýfur kyrrstöðuna, ríkisstjórn sem eykur samstarf og samstöðu með öðrum þjóðum. Ríkisstjórn sem býður ekki upp á sömu þreyttu lausnirnar við þekktum og endurteknum vanda dag eftir ár, ár eftir ár og vonast eftir annarri niðurstöðu. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og talar af hálfu Miðflokksins. Forseti, góðir landsmenn. Stefnuræða forsætisráðherra var nær fullkomin kynning á því sem einkennir þessa ríkisstjórn. Þar snýst allt umbúðir fremur en innihald og yfirlýst markmið fremur en raunveruleg áhrif. Byrjað var á loftslagsmálunum. Gríðarstórt viðfangsefni sem kallar á við skoðum raunveruleikann
fremur en þá sýndarmennsku sem þessi stjórn starfar eftir. Stjórnin státa sig af að setja sífellt erfiðari loftslagsmarkmið en án raunhæfra leiða til að ná þeim. Í vor uppgötvaði hún til dæmis að til að ná orkuskiptum þyrfti að auka orkuframleiðslu. Það er eitt að setja sér markmið, en þegar þeim reynist erfitt að finna leiðirnar til að ná þeim markmiðum var gripið til þess ráðs að lögfesta markmiðin. Það sýnir hversu ráðandi umbúðamennskan er orðin. Má þá vænta þess að ríkisstjórnin fari að státa sig af eigin árangri í íþróttamálum með því að setja lög að innan 20 ára skuli Íslendingar vera orðnir Evrópumeistarar í fótbolta, bæði í karla- og kvennaflokki. Í stefnuræðu sinni talaði forsætisráðherra mikilvægi fæðuöryggis. Það var ánægjulegt að heyra enda Miðflokkurinn ætíð bent á mikilvægi þess að tryggja fæðuöryggi og leiðir til þess. Á 5 ára ferli þessar ríkisstjórnar hefur hins vegar verið sótt að innlendri matvælaframleiðslu úr mörgum áttum samtímis. Skammt síðan að ríkisstjórnin, sem nú bendir á að stríðið í Úkraínu hafi við minnt á mikilvægi fæðuöryggis, lagði fram áform samdrátt í íslenskum landbúnaði vegna loftslagsmarkmiða. En innrás Rússa í Úkraínu hefur líka minnt á mikilvægi orkuframleiðslu og orkuöryggis. Verðhækkanir voru reyndar byrjaðar löngu fyrir upphaf stríðsins. Sums staðar í Noregi hafði orkuverð þegar tífaldast. Vesturlönd hafðu algjörlega vanrækt orkuöryggi og nauðsynlega framleiðslu, einkum á náttúrugasi, ekki hvað síst vegna rétttrúnaðar í loftslagsmálum. Norðmenn hafa hins vegar nú gefið út 53 ný leyfi til olíu- og gasvinnslu. Nýr forsætisráðherra Bretlands boðar aukna framleiðslu á sjó og landi og Bandaríkjaforseti hann biður Sádi-Arabíu og Venesúela og önnur löndum að auka framleiðslu sína. En hvað gerir ríkisstjórn Íslands við þessar aðstæður? Forsætisráðherra kemur hér fyrir þingið, talar orkuöryggi og Úkraínustríðið, en boðar leið bann við gasvinnslu í íslenskri lögsögu og bann við rannsóknum. Með öðrum orðum, ríkisstjórnin ætlar að koma í veg fyrir að Íslendingar geti nýtt og boðið fram eigin auðlindir en eftirláta þess í stað öðrum að sinna óhjákvæmilegri orkuþörf og þá væntanlega ekki hvað síst Rússum. Ráðherrann segir að með þessu verði við fyrirmynd. Fyrirmynd í hverju? Sýndarmennsku og því að loka augunum fyrir raunveruleikanum. Þetta er allt svona. Það blásið til glærusýningar þar sem fullyrt var að með fjárlögum næsta árs yrði sérstaklega tekist á við verðbólgu. En hvernig var svo innihaldið? Jú, þar birtust áform að hækka allt sem hægt var. Endalausar gjalda- og skattahækkanir, en þó einkum þeirra gjalda sem hafa áhrif á alla óháð fjárhag. Ríkisstjórnin boðar enn auknar álögur á eldsneyti og samgöngur. En svo mætir forsætisráðherra í þingið daginn eftir og lýsir áhyggjum af hækkandi orkuverði. Reyndar fylgdi það sögunni að við ættum að gleðjast yfir því að hafa byggt upp eigin orkuframleiðslu. Og það var ágætt að heyra frá ríkisstjórn þriðja orkupakkann sem alþjóðavæðingu í orkumálum. Svo benti ráðherrann réttilega á að Íslendingar hefðu tekið góðar og framsýnar ákvarðanir orkuframleiðslu hingað til og átti þá væntanlega meðal annars við Blönduvirkjun, Þeistareykjavirkjun og Kárahnjúka. En nú snýst allt óskhyggju og umbúðir fremur en raunveruleika innihaldsins. Hversu margar kynningar höfum við séð áform stjórnarinnar í samgöngu- eða húsnæðismálum og oft undir handleiðslu kynningarteymis borgarstjórans í Reykjavík. Hvað var kynnt? 15.000, 18.000, 20.000 og loks 35.000 íbúðir. Nýjasta kynningin rétt fyrir þingsetningu virtist þó bara vera endursýning. Hugsanlega hefur kynningarteymið áttað sig á því að of fáir hafi tekið eftir eða tekið mark á fyrri sýningunni. Hér er hugmynd fyrir ríkisstjórnina. Gæti verið ráð að hún lærði af sjálfri sér og setti bara lög hversu margar íbúðir næstu ríkisstjórnin skuli byggja. Hugsanlega mætti grípa í annað af helstu ráðum þessar ríkisstjórnar og búa til nýjar stofnanir eða pakka þeim inn í nýjar umbúðir.
Þegar fjármálaráðherra kynnti fjárlagafrumvarpið talaði hann ekki bara mikilvægi þess að draga úr verðbólgu, að því virðist með gjaldahækkunum, heldur líka mikilvægi þess að draga úr fjölda ríkisstofnana. Svo mætir forsætisráðherra hér daginn eftir og kynnir nýjar stofnanir. Mannréttindastofnun ríkisins, sem bætist á væntanlega við mannréttindaráð og aðrar stofnanir með sömu hlutverk. Á meðan þau gildi sem hafa reynst okkur best aldir og skilað mestum árangri við að bæta mannréttindi og lífskjör eru vanrækt, bætt við stofnunum. Öll þessi sýndarmennska afleiðing af því að þessi ríkisstjórn var ekki mynduð stjórnmál og stefnu, heldur stólakaup. Fyrir vikið tala ráðherrarnir hver í sína áttina. Samhliða kynningu fjárlaga sagði fjármálaráðherra landsmönnum hversu mikilvægt væri að auka einkarekstur í heilbrigðisþjónustu. Daginn eftir útskýrði forsætisráðherra hversu mikilvægt væri að gera það ekki. En við vitum hvað verður ofan á. Reyndar talaði forsætisráðherra mikilvægi málamiðlana og ef til vill verður ágreiningurinn leystur með því að stofna nýja heilbrigðismálastofnun. Sýndarmennska og rétttrúnaður þola illa gagnrýni og þá jafnvel reynt að banna gagnrýni. Á þessu þingi munu þingmenn Miðflokksins verða óhræddir við að gagnrýna ríkisstjórnina en einnig leggja fram lausnir sem byggja á innihaldi og raunverulegum áhrifum. Ekki veitir af. Þá tekur til máls hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir og talar af hálfu Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs. Virðulegi forseti, góðir tilheyrendur. Ráðherra undir forystu Katrínar Jakobsdóttur hefur ekki skort verkefnin. Helstu verkefni mín á síðasta kjörtímabili í heilbrigðisráðuneytinu voru bæði mörg og mikilvæg og þeirra séð víða stað. Erfiðast var þó að eiga við agnarsmáa veiru sem þrátt fyrir smæðina hafði ógnarmikil áhrif. Núna eru úrlausnarefnin á mínu borði önnur en ekki síður þýðingarmikil og teygja sig frá fjöllum út á haf og niður í undirdjúpin. Í nýju matvælaráðuneyti ekki bara fjallað sjávarútveg, landbúnað, landgræðslu og skógrækt, heldur beinum við athyglinni að fæðu og þeim stóru umhverfisþáttum sem voru líka verkefni mitt þegar ég gegndi embætti umhverfis- og auðlindaráðherra á árunum eftir hrun. Land, loft og lögur eru grundvöllur matvælaframleiðslu og allrar okkar tilveru. Við höfum stillt saman krafta í ráðuneytinu og vinnum að mörgum spennandi málum, stefnumótun í fiskeldi, endurskoðun búvörusamninga, samþættingu landgræðslu og skógræktar, endurheimt landgæða og mörgu fleiru. En rauði þráðurinn í öllum okkar störfum að flétta græna hugsun árangur í loftslagsmálum inn í alla ákvarðanatöku, auka fæðuöryggi, ekki síst í ljósi átaka á alþjóðavettvangi, stuðla að endurheimt vistkerfa, tryggja gæði og efla nýsköpun í framleiðslu og þróun matvæla. Við þetta tækifæri langar mig að ræða sérstaklega málefni sjávarútvegsins. Ég hef talað mikilvægi þess að auka samfélagslega sátt sjávarútveg og það var í því skyni sem ég setti af stað metnaðarfulla stefnumótun í sjávarútvegsmálum. Þessi vinna í fullum gangi og í fyrramáli verður kynnt í samráðshópi sjávarútveg ítarleg skýrsla eflingu hafrannsókna. Rannsóknir á hafinu og öllu lífríki þess eru bæði nauðsyn og skylda fyrir þjóð sem ræður yfir einu gjöfulasta hafsvæði heims. Og við þurfum að skilja betur áhrif loftslagsbreytinga á vistkerfi hafsins til að geta brugðist við þeim. Þá mikilvægt að við ræðum gagnsæi bæði í eignatengslum og í stjórnunartengslum í sjávarútvegi. Ráðstöfun almannagæða og dýrmætra veiðiheimilda verður að vera hafin yfir allan vafa. Hvað þýðir það? Það þýðir það að fara verður að lögum hámarksaflahlutdeild, að það sé hafið yfir vafa hverjir séu tengdir aðilar og hvað af því leiðir. Það sé hafið yfir vafa að umgengni auðlindina sé lögum samkvæmt. Vafi vekur tortryggni og grefur undan trausti á kerfin okkar, á stjórnvöldum og á sjávarútveginum sjálfum. Þess vegna kynni ég innan skamms metnaðarfulla vinnu þar sem farið verið vandlegar í saumana á stjórnunar- og eignatengslum en áður hefur verið gert. En aftur að gagnsæinu. Það líka mikilvægt að stefnumótun sé gagnsæ og að almenningur eigi þar raunverulega aðkomu. Ég finn það sem ráðherra málaflokksins hversu gott það að fá tækifæri til að hitta allt land fólk sem hefur skoðanir og þekkingu á sjávarútvegi. Við þurfum öll sjónarmið að borðinu. Starfshóparnir sem eru nú að störfum munu í október og nóvember halda opna fundi út allt land þar sem öllum gefst tækifæri til að ræða þessi mál við hópana augliti til auglitis.
Og fyrir þau ykkar sem ekki sjá sér fært að mæta þar verður í næstu viku opnuð vefsíða þar sem hægt að senda hópunum athugasemdir og tillögur. Leið safnað á einn stað því mikla efni sem þegar liggur fyrir sjávarútvegskerfið. Fyrstu tillögur hópanna munu liggja fyrir á þessu ári og ég hlakka til að vinna úr þeim. Við blasa ótal áskoranir og sjávarútvegurinn þarf að ná árangri í loftslagsmálum eins fljótt og auðið er. Við þurfum að ræða hversu stórum hluta aflans eigi að ráðstafa á félagslegan hátt og við þurfum að fara yfir gjaldtökuna af sjávarútvegi. Samfélagsleg sátt auðlindina hlýtur alltaf að vera síkvik, en stuðla þarf að henni með öllum ráðum. Við þurfum að spyrja okkur hvort að gjaldtakan sé sanngjörn, hvort una megi því að greiddur sé út stórkostlegur arður af auðlind okkar og rekstri stórra sjávarútvegsfyrirtækja á sama tíma og lykilstofnunum á borð við Hafró og margar fleiri er of þröngur stakkur skorinn. Þessa umræðu þurfum við að vera óhrædd við að taka. Góðir landsmenn, ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur tekist á við stór verkefni undanfarin misseri og tekist margt svo vel að eftir er tekið á alþjóðavísu. Við erum öll með uppbrettar ermar og metnaðarfull markmið. Stórum og stefnumarkandi verkefnum hefur verið ýtt úr vör í mínu ráðuneyti og við ætlum að sigla þeim í höfn með hagsmuni ykkar allra að leiðarljósi. Góðar stundir. Næst tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir og talar af hálfu Samfylkingarinnar. Góðir áheyrendur nær og fjær. Slembilukka ræður því hvar á jörðinni við fæðumst, en það ákvörðun að velja sér nýjan samastað og hana þarf stundum að taka vegna aðstæðna sem einstaklingar bera enga ábyrgð á. Stríðið í Úkraínu er nærtækt dæmi slíkt. Og kannski ræður heppni meira það hvernig okkur farnast í lífinu en við kærum okkur að viðurkenna. Hverjir græða peninga? Hverjir njóta virðingar? Hver eru talin skara fram úr? Höfum í huga að mælistika verðleikanna getur villt okkur sýn. Við eigum öll sömu réttindi, mannréttindi, borgaraleg og félagsleg, og öll verðskuldum við gott líf. Hlutverk okkar í þessum sal er að sjá til þess að mannréttindi séu virt og tryggð og lífskjörin bætt. Hvernig það er gert gerir gæfumuninn fyrir fólki sem innfætt býr á Íslandi, innfætt og aðflutt. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hefur setið í tæplega 5 ár og sýnt svo ekki verður villst að stefna hennar snýst að finna lægsta pólitíska samnefnara Vinstri grænna, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Forsætisráðherra kallar það málamiðlanir og þær þarf vissulega að gera, en eftir 5 ár er alveg ljóst á hverra kostnað þær eru gerðar. Ekki þarf að fara lengra aftur en til afgreiðslu rammaáætlunar nýtingu og vernd orkusvæða nú í sumar til að sjá það. Forseti, meðferð valds ræður úrslitum traust almennings til stjórnmálafólks og stjórnmálanna. Hvers vegna kjósa ráðherrar í þessari ríkisstjórn að auglýsa ekki æðstu embætti innan stjórnarráðsins og hjá hinu opinbera? Opinber embætti eru ekki gæði sem ráðherrar útdeila með persónulegu mati og hæfni fólks eða til að safna að sér bestu vinkonum aðal, eins og þar segir. Embætti eru auglýst til að tryggja jafnræði borgaranna. Öll eiga að geta sótt fengið faglegt og gagnsætt mat á grundvelli málefnalegra sjónarmiða. Þetta er ekki gert, trekk í trekk. Og þegar það gerist, þá grefur það undan trausti almennings til stjórnsýslunnar og stjórnmálanna. Og því má spyrja, væri ekki bara best að auglýsa? Sala á hlut ríkisins í Íslandsbanka fyrir á þessu ári er líka talandi dæmi skilningsleysi stjórnarinnar á valdmörkum og nauðsyn armslengdar við slíkar ákvarðanir. Við bíðum enn eftir skýrslu Ríkisendurskoðunar bankasöluna, en ekki síður eftir haldbærri skýringu fjármála- og efnahagsráðherra og flokkana sem styðja hann
á því hvers vegna ekki var strax samþykkt að setja á fót rannsóknarnefnd Alþingis. Í stað þess var reidd fram ein stærsta smjörklípa síðari ára og hún er farin að þrána. Virðulegi forseti, daglega horfum við upp á afleiðingar hamfarahlýnunar allan heim. Það er ekki ofsagt að jörðin brenni. Í 3 mánaða gömlu áliti loftslagsráðs má lesa ákall til stjórnvalda meiri festu og hraða í lífsnauðsynlegum aðgerðum til að draga úr losun og bregðast við þeim breytingum sem þegar eru hafnar. Þar segir orðrétt: markmið samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir 2030 eru óljós og ófullnægjandi. Óljós og ófullnægjandi. Það var því með nokkurri eftirvæntingu sem ég fletti upp í málaskrá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra nú í gær, en vonbrigðin urðu mikil. Orkuskiptin margumtöluðu og nauðsynlegar lagabreytingar til að forgangsraða orkuöflun í þágu þeirra verði ekki á dagskrá þingsins fyrr en á vormánuðum 2023. 1,5 ári eftir að nýr ráðherra tók við sameinuðu ráðuneyti með afar stórt nafn. Samt leyfir forsætisráðherra sér að segja í stefnuræðunni að Ísland sé á fullri ferð út úr kolefnishagkerfinu inn í nýtt grænt hagkerfi. Hvernig er það? Eru ráðherrar ólæsir á stöðuna eða kannski bara fastir í málamiðlunum? Nafn Samfylkingarinnar vísar til samfylkingar og 4. áratug síðustu aldar gegn uppgangi nasisma og fasisma í Evrópu. Hvern hefði grunað þegar við stofnuðum flokkinn okkar fyrir 2 áratugum að við værum í þeim sporum sem við erum í dag? Í Austurvegi er tjáningarfrelsi fótum troðið og stjórnarandstæðingar í fangelsi eða búnir að mæta skyndilegum dauðdaga. Í Svíþjóð er jaðarhreyfing nýnasista orðin næst stærsti stjórnmálaflokkurinn. Hina nýju strauma í evrópskum stjórnmálum má kalla fasisma á fínum fötum. Hreyfingarnar eiga það sameiginlegt að ráða ekki við stærstu verkefni samtímans. Fólksflutningum skal mætt með lokun landamæra, hamfarahlýnun með afneitun, kröfunni jöfnun og velferð með yfirboðum og skyndilausnum. Þá er sótt að kvenfrelsi og mannréttindum hinsegin fólks, það er sótt að lýðræðinu og hinu opna samfélagi og ekki bara í útlöndum. Hér heima verðum við að gera okkar til að næra frelsið og fjölbreytileikann og styrkja samfélagið sem við erum svo heppin að tilheyra. Við í Samfylkingunni munum í vetur eins og alltaf setja gildi jafnaðarhugsjónarinnar í forgang jafnrétti, frelsi og samstöðu. Komið með okkur í það ferðalag. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og talar af hálfu Flokks fólksins. Virðulegur forseti, því miður, góðir landsmenn, þá verða þeir verst settu í okkar samfélagi enn og aftur að herða sultarólarnar í boði ríkisstjórnarinnar. Í þeirra tími er enn ekki kominn. Hæstv. forsætisráðherra segir að það skipti máli að stjórnvöld styðji þau sem eiga erfiðast með að mæta verðbólguvandanum og bendir meðal á að stjórnvöld hafa hækkað greiðslur almannatrygginga nú í vor og boða nú 9% hækkun. Af þessu 9% hækkun má þakka fyrir að 23% skilir sér í vasa þeirra verst settu. 6–7% rennur í gegnumstreymiskerfi almannatrygginga beint í ríkissjóð aftur og kjaragliðnunin eykst. Jú, þau hækka þær aukalega stolt en á þann veg að eftir skatt og skerðingar og keðjuverkandi skerðingar skila þær nær engu í vasa þeirra verst settu. Hvað er þetta að segja okkur? Jú, að ríkisstjórnin er vísvitandi og viljandi enn og aftur að reyna að villa fyrir eldri borgurum og ungu fólki sem fastir í bútasumum skerðingarveg almannatrygginga og kjaragliðnun undanfarin ára. Eina leiðin til að koma í veg fyrir að nær allar hækkanir í almannatryggingakerfinu renni í gegnum vasa þeirra verst settu og aftur í ríkissjóð er að hætta að skatta fátækt. Hvað þá? Sárafátækt. Á sama tíma eru þeir sem njóta arðgreiðslna
upp á milljarða króna að borga bara 22% skatt. Engar skerðingar hjá þeim eins og hjá þeim verst settu í almannatryggingakerfinu. Staðreyndin er sú að 100 krónur í lífeyrissjóði umfram 25.000 krónur frítekjumark skilar í mesta lagi 25.000 krónum og það á sama tíma og fjármagnseigandi með arðgreiðslur fær að halda eftir 78 krónur af hverjum 100.000 krónum sínum. Þarna munar 53.000 krónum af hverjum 100.000 krónum þeim ríka í vil. Virðulegur forseti, góðir landsmenn, þetta er ekki annað en gróft fjárhagslegt ofbeldi og eignaupptaka á lífeyrissjóðum þeirra sem fastir í bútasaumum vef almannatrygginga. Flokkur fólksins var á móti því að tilgreind séreign upp á 3,5% yrði hluti af lífeyrissjóðskerfinu og þar með hluti af skerðingarvef almannatrygginga. Við vildum að hún yrði séreign launamannsins og ekki skert og hann gæti ávaxtað hana þar sem honum þóknaðist. Á sama tíma eru þeir ríku að verða ríkari og þeir fátækari að verða fátækari í boði ríkisstjórnarinnar. Þá er hún einnig að skatta tap. Ekki bara skatta tap á sparirýtingum í bankakerfinu, heldur einnig á ofanlag að skerða vaxtatapið. Einnig, sem er ekkert annað en gróf eignarráttaka af verstu gerð. Virðulegur forseti og góðir landsmenn, stefnuræða forsætisráðherra er bara orð á blaði og því miður bara makalaust hjal fyrir öryrkja, eldri borgara og láglaunafólk. Við ætlum, við stefnum að. Við erum á vaktinni, kemur oft fyrir án þess að nokkuð sé á bak við það. Og hvað þá að verið sé að hjálpa þeim sem verst hafa það í okkar ríka samfélagi. Staðreyndin blasir við fólkinu í landinu. Það er verulega erfitt að fegra ljótan sannleika með orðskrúði. Heilbrigðiskerfið er komið að þolmörkum. Hvernig að fólki sem sent heim svo að það sé fót eða handleggsbrotið og látið þjást þar í lóði og dæmum að það virðist frekar vera að fjölga en hitt. Ekki veit ég hvað heilbrigðiskerfi sem ekki ræður við að sinna beinbrotum og svo miskunnlaust að senda brotið fólk heim, hvað það ræður við að sinna eða hvort það nokkuð sé á það að treysta. Það er ekki nema von að geðheilbrigðismálið sé í algjörlega lamasessi. Þegar sárin sem þó blasa við eru með höndlum með þessum hætti og þá lengist biðlistar eftir aðgerðum og enn er ósamið við sjúkraþjálfara og sérgreinalækna og kostnaður vegna þess veltir yfir á veikt og slasað fólk. Uppsagnir hjúkrunarfræðinga er líka verulega áhyggjuefni, en það er ekki skrítið miðað við upplýsingar að þeir gefast upp, fólki lætur ekki bjóða sér hvað sem er út í og endanlega. Ríkisstjórn hæstv. Forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur hefur svo sannarlega sýnt í hug sínum í verki gagnvart heimilum landsins á undanförnum mánuðum. Í verðbólgunni sem nú geisar hefur hún tekið sér stöðu gegn heimilum í landinu, gegn almenningi en með fjármálakerfinu og róið á gamalkunnum með fjármálafyrirtækjum og hjálpa þeim að græða sem aldrei fyrr. Allar aðgerðir ríkisstjórnarinnar í baráttu við verðbólguna láta eins og þau séu algjörlega valdalaus í málinu og að Seðlabankinn sé bara að sinna skyldum sínum við heimilin með því að hækka stýrivexti og verja þau þannig fyrir verðbólgunni. Þessar aðgerðir gegn verðbólgunni miklu verri en verðbólgan sjálf. Það er staðreynd að vextir á Íslandi hafa hækkað 340% á einu ári og 633% frá því að það voru lægst í maí 2021. Til vitnis fárleikan má vitna í könnun ASÍ og Íslandsbanka frá því í júní en þá höfðu mánaðarleg útgjöld 4 manna fjölskyldu hækkað 82.000 kr. á mánuði. Þá hafa greiðslubyrði 40 milljóna króna áverð til láns hækkað 100.000 kr. á mánuði úr 200.000 í 300.000 kr. á mánuði og þá er eftir síðasta hækkun Seðlabankans með 30.000 kr. í viðbót. Öðru lagi er það staðreynd að vaxtahækkanir bitna verst á þeim sem skulda og hafa minnst milli handanna. Í þriðja lagi er alveg á hreinu að vaxtalækkanir skila sér beint í leiguverð og bitna verst á þeim þjóðfélagshópum sem verst standa og þar með öryrkjum og aldruðum. Sjálfstæðisflokkurinn talar skattalækkanir en á sama tíma er verið að skatta og skerða tap á sparnaðarreikningu í bankakerfinu með að þeir sem njóta arðgreiðslna borga bara 22% skatt og borga ekki 1 krónu í útsvar. Vinstri græn taka þátt í þessari mismunun og varla græn þegar þau samþykkja að mengunarkvóti gangi kaupum og sölum þannig að skráður okkur kjarnorkumengun og kolabrennsla. Hvað er þá til ráða? En að kalla bara í framsókn þegar þeir samþykkja þetta allt saman og meira til. Virðulegur forseti, góðir landsmenn, að óttast lífið og tilveruna á ekki að líðast í okkar samfélagi.
Að kvíða fyrir því að eiga ekki fyrir mat handa sér og börnum sínum er ömurlegt og ekki að líðast í okkar ríka samfélagi. Þá eiga börn ekki heldur að óttast að mæta í skóla eða frístundir vegna fátæktar. Okkur ber skylda til að koma þessum málum í lag strax og þá vonandi eigum við öll góðar stundir. Tekur næst til máls hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hildur Sverrisdóttir, og talar af hálfu Sjálfstæðisflokksins. Herra forseti, góðir landsmenn. Það er stundum eins og við trúum því að sumir hlutir bara gerist ekki. Jafnvel þeir sem við vitum að eru ekki óhagganlegir. Ég heldur séum til dæmis öll dálítið slegin yfir því að Elísabet drottning hafi í alvöru fallið frá. Hvað sem fólki finnst konunga- og drottningaveldi, þá mistum við þar eina sterkustu tengingu samtímans við 20. öldina og uppruna nútímans sem við búum við. En við mistum líka manneskju sem gerði sér ríka grein fyrir ábyrgð þeirra sem fara með völd. Mikilvægi þess að láta yfirvegun ráða för og að vera stór í hlutverki sínu. Við höfum verið minnt á það fullmikið síðustu örfáu ár að heimsmyndin er ekki óhagganleg. Enda sýnir ný skýrsla á vegum Sameinuðu þjóðanna að lífsgæði á heimsvísu hafa versnað í fyrsta sinn í 3 áratugi. Við þekkjum fyrirsagnirnar sem hafa dunið á okkur: heimsfaraldur, stríð, loftslagsvá. Í téðri skýrslu skipar Ísland sér í 3. sæti á eftir Sviss og Noregi á lista yfir mestu lífsgæði í heiminum. Það á ekki að koma á óvart. Við höfum í mörgu verið forsjál og spilað skynsamlega úr þeim tækifærum sem okkar ágæta land hefur gefið okkur. Hér er engin orkukreppa, svo að segja ekkert atvinnuleysi, hæstu laun, kaupmáttur og jöfnuður sem fyrirfinnst á byggðu bóli. Menntun fyrir alla. Eiginlegar milliríkjadeilur okkar eru súkkulaðihúðaðan lakkrís. Það er til mikils að vinna að við höldum ekki að sú staða hagist ekki sama hvað. Þó við séum á langflesta mælikvarða lánsöm er sjálfsagt að hafa strúktúr samfélagsins í stöðugri skoðun. Sjálfsagt að skoða hvernig gæðunum er skipt, í hvað þau fara og hvernig við getum best hjálpað þeim sem þess þurfa. En við getum það ekki án þess að muna hvaðan lífsgæðin koma. Og þar á ég ekki við óljósar hugmyndir að styrkja tekjustofnana sem á mannamáli er einfaldlega enn ein skattahækkunarhugmyndin. Nei, velsæld verður ekki til nema með samspili samkeppnishæfs atvinnulífs, þar sem hugmyndir og nýsköpun þrífst án þess að allt sé kæft með reglufargani eða tekið jafn óðum og að verður til. Hlutverk okkar hér er þá líka að missa ekki sjónar á því á hverjum tíma hvað er raunverulega mikilvægt og hvað er raunverulega stórt. Á þessum þingmetri mætti að mörgu nefna orkuöflun í þágu loftslagsmarkmiða, heilbrigðisþjónustu, varnarsamstarf í nýrri og hættulegri heimsmynd, að verja og viðhalda stöðu heimilanna í verðbólguógn með lausa kjarasamninga. Og í öllum þeim úrlausnarefnum mun skipta öllu máli að við höldum okkur við lögmál raunheima en villumst ekki í skýjaborgum. Góðir landsmenn, því miður eru víst ekki allir sammála mér það, en ég hef þá bjargföstu trú að lífsgæði okkar verða aldrei fullkomnuð nema við pössum upp á frelsið okkar. Og þar er ég aðallega að meina tvennt. Annars vegar frelsi sem felst í að veita valdhöfum gagnrýnið aðhald, því þó við séum svo heppin að valdhafar okkar séu frekar viðkunnanlegir og virðast meina vel, þá er grundvallarforsenda í frjálsu samfélagi að lagareglur okkar séu alltaf hugsaðar út frá því hvernig við myndum vilja hafa þær ef vont fólk væri við völd. Hins vegar frelsi þar sem fólki er treyst til að bera ábyrgð á tilveru sinni, svo lengi sem það skaðar ekki aðra. Og það þó líka þó að ýmis ágæt sjónarmið, allt frá lýðheilsu til öryggis, mæli því mót.
Það verður nefnilega alltaf hægt að finna fínar ástæður gegn frelsinu. En ef þær fá alltaf að verða ofan á, fer fyrir frelsinu eins og tertu sem allir ætla bara að fá sér smá sneið af þar til að hún óvart alveg búin. Og þó það sem merki gott samfélag að taka frelsinu sem gefnu, þá megum við ekki taka því sem gefnu. Ágætu landsmenn, drottningar deyja. Það verða eldgos og stríð. Og við getum misst það sem við höfum ef við pössum okkur ekki. Ef við missum sjónar á stóru myndinni. Við höfum því einfaldlega ekki efni á að eyða tíma í smáa umræðu. Þar sem staðreyndir og skoðanaskipti drukkna í upphrópunum flennifyrirsagna. Heldur verðum við að hlusta á mismunandi sjónarmið, staðreyndir, miðlamálum, forgangsraða. Þannig verða stjórnmál stór. Og þá getum við líka treyst því að stórir hlutir geta gerst. Ég þakka þeim með hlýtur. Það tekur næst til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson og talar af hálfu Pírata. Góðir landsmenn, virðulegi forseti. Samfélagið stendur frammi fyrir flóknum vandamálum. Verðbólga og vaxtaverkir á efnahagssviðinu, stormviðri á sjóndeildarhringnum í loftslagsmálum, síaukin geðheilbrigðislægð, þyngri kvaðir á fjölskyldunar okkar og minni tengsl. Af nógu að taka. Þessi vandamál eru engin nýlunda. Þvert á móti eru þau gömul og rótgróin. Þau hafa fengið tíma til að ágerast og með árunum hafa þau orðið alvarlegri og erfiðari viðfangs. Rótin að þessum vanda er að samhliða vexti og þróun samfélagsins hefur stjórnvöldum ekki tekist að hugsa út fyrir rammann sem þau hafa sett sér síðustu áratugi. Mýtuna að hagvöxtur sé það eina sem þurfi til að skapa samfélag sem býr við velsæld. Við höfum komið okkur upp mælikvörðum á velsæld í samfélaginu, velsældarvísum sem eiga geta leitt vegferðina að aukinni velsæld. Þeir mæla til dæmis heilsu, menntun, loftgæði, kosningaþátttöku og traust til stjórnmálafólks. En þegar ég les fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar og fjármálaáætlun, þá er hvergi að finna greiningar eða spár árangur í átt að aukinni velsæld. Þar er hins vegar að finna fjölmargar töflur og gröf hagvöxt. Það virðist vera algjör skortur á tengingu á milli stefnu stjórnvalda annars vegar og markmiðsins að auka velsæld hins vegar. Það er eins og að stjórnvöld hafi bara gefið sér að til þess að hámarka velsæld þurfi einfaldlega að hámarka hagvöxt. Framleiða meira, láta tölurnar hækka, því meira sem til er af dóti, því betra verður líf okkar. Ekki satt? Vandamálin sem við stöndum frammi fyrir segja aðra sögu. Þótt efnisleg gæði skipti auðvitað máli, eru þau alls ekki nóg ein og sér til þess að við tryggjum samfélagslega velsæld. Það þarf að hafa miklu fleiri þætti í huga ef við viljum skapa samfélag sem mætir raunverulegum þörfum raunverulegra einstaklinga. Píratar vilja valdefla þessa einstaklinga til þess að fylgja draumum sínum í hversdagsleikjunum. Draumunum að skapa eitthvað nýtt eða beita sér fyrir betra samfélagi. En til þess að það sé hægt verða þau fyrst að búa við öryggi, heilsu, frið og hamingju. Þau þurfa að búa við velsæld. Hingað til hafa stjórnvöld ekki sett þessar þarfir í forgrunni. Þess í stað hafa ráðamenn einblínt á þarfir efnahagslífsins, þarfir fyrirtækja og fjármagnseigenda. Staðreyndin er sú að misskipting verðmæta á Íslandi
hefur aukist í valdatíð hæstv. Forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur. Fiskveiðiauðlindirnar eru komnar á færri hendur og ríkasta 1% tekur sér æ stærri skerf af kökunni og flytur hann á aflandssvæði. Á sama tíma hafa skattbyrðirnar lagst í þyngra mæli á lægri tekjutíundir. Stefna stjórnvalda gerir ráð fyrir því að hagsmunum einstaklingsins sé best borgið með því einu að mæta þörfum efnahagslífsins. Þegar það er hagvöxtur þá aukast lífsgæði. En þegar það kreppir að með verðbólgu þá þarf bara almenningur að herða sultarólina. Þetta viðhorf lýsir sér í miklu misskilningi á hlutverki hagstjórnenda. Efnahagurinn er verkfæri sem á að þjóna þörfum einstaklingsins. Einstaklingurinn á ekki að þjóna efnahagslífinu. Við, fólkið, erum efnahagslífið. Ef við ætlum að fjárfesta í velsæld fólksins þurfum við að taka á verðmætaskiptingunni hér á landi. Þess vegna þurfum við að skattleggja arðinn af auðlindunum og koma á alvöru skattlagningu á hagnað, hálaun og ofurauð. Velsæld snýst að búa í öruggu og ómenguðu umhverfi. Þess vegna þurfum við grænar lausnir. Þeir sem menga umhverfið eiga að þurfa að borga fyrir það og það fjármagn getum við síðan nýtt í græna umbreytingu og nýsköpun með réttlát umskipti að leiðarljósi. Velsæld snýst að búa við heilsu og velmegun, bæði á líkama og sál. Þess vegna þurfum við að hugsa geðheilbrigðismálin upp á nýtt, samhliða því að auka áherslur á forvarnir, fyrirbyggjandi aðgerðir og snemmtæka íhlutun. Við þurfum að fullfjármagna kerfið, niðurgreiða sálfræðiþjónustu og tryggja sólarhringsopnun bráðaþjónustu. Velsæld snýst að geta búið við fjárhagslegt öryggi án þess að þurfa að afkeyra sig með vinnu. Þess vegna þurfum við róttækar breytingar á skatt- og framfærslukerfum, að draga úr skerðingum og nota skattkerfið sem öflugra jöfnunartæki og færa byrðirnar á þau bök sem geta borið þær. Í stað þess að viðhalda núverandi stöðnun í stjórnmálum getum við farið að vinna að því að byggja upp betra samfélag sem snýst velsæld allra sem búa í því, ekki bara fyrirtækjana og fjármagnseigandana. Þá tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson og talar af hálfu Framsóknarflokksins. Hæstv. forseti, kæru landsmenn. Evrópa og heimurinn allur stendur frammi fyrir erfiðum áskorunum. Nú geisar skelfilegt stríð. Orkukreppa blasir við Evrópu og fólk kvíðir vetri. Við Íslendingar stöndum vissulega frammi fyrir mörgum áskorunum. En við megum ekki gleyma því að við búum við ákjósanlegri lífsskilyrði en margir aðrir. Á Íslandi er orkan okkar græn og umhverfisvæn. Hér er friðsælt. Lífskjör eru almennt góð og jöfnuður er óvíða meiri. Já, það er stundum hollt að við minnum okkur á hversu lánsöm við raunverulega erum. Verkefnin eru þó ærin, meðal annars á sviði heilbrigðismála. Með vaxandi lífaldri og auknum kröfum okkar meiri lífsgæði verða viðfangsefnin æ fleiri og meira krefjandi. Við verjum þriðjungi af heildarfjárhæð fjárlaga til heilbrigðismála. Því skiptir máli hvernig við verjum þeim fjármunum. Notandinn er í forgrunni þeirrar ákvörðunartöku. Þjóðin er að eldast, tækniframförum fleygir fram og sjúkdómur sem var ólæknandi fyrir nokkrum árum er í dag læknanlegur. Heilbrigðiskerfið snýst ekki aðeins
öfluga heilbrigðisþjónustu heldur það að gera fólki betur kleift að huga að eigin heilsu. Kæru landsmenn, heilsan okkar dýrmætasta eign. Það eru sameiginlegir hagsmunir þjóðarinnar að aukin áhersla sé lögð á lýðheilsu, forvarnir og geðheilbrigðismál. Aukin áhersla á lýðheilsu mun bæði endurspeglast í aðgerðaáætlun í lýðheilsumálum og árlegu heilbrigðisþingi sem verður helgað lýðheilsu. Alþingi ályktaði nú í vor stefnu í geðheilbrigðismálum til ársins 2030. Markviss áætlun á grunni stefnunnar aðgerðir í geðheilbrigðismálum í mótun og mun koma fyrir þingi sem þingsályktun í byrjun næsta árs. Mönnun í heilbrigðisþjónustu gríðarleg áskorun. Hér á landi, á heimsvísu, nú og til framtíðar. Heilbrigðisstarfsfólk þarf í kjölfar heimsfaraldurs endurheimt og stuðning. Þegar samfélagið fer á fulla ferð og ferðamenn sækja okkur heim, verða verkefnin krefjandi sem aldrei fyrr. Það okkar stjórnvalda að tryggja að umgjörðin sé í lagi. Nýr spítali, nýsköpun, tækni, lyf, menntun, vísindi, húsnæði, listinn langur. Innviðir, samningar þjónustu, allt sem tryggir bættan aðbúnað og kjör fyrir mannauðinn, þjónustuveitendur og þiggjendur. Kæru landsmenn, það fátt verðmætara en að aðstoða einstaklinga við að ná upp tapaðri færni til að geta haldið sjálfstæði sínu, lífsgæðum og virkni í samfélagi. Nýverið skipuðum við ráðherrar heilbrigðismála og félagsmála sameiginlegt endurhæfingarráð sem hefur það hlutverk að vera okkur til ráðgjafar faglega stefnumörkun og skipulag þjónustu á sviði endurhæfingar. Einnig það sameiginlegt verkefni þvert á ráðuneyti okkar, félags- og vinnumálaráðherra, fjármálaráðherra og sveitarfélaganna að vinna að umbótum í málefnum aldraðra og þar hefur verið sett á fót sérstök verkefnastjórn til að leiða það verkefni. Kæru landsmenn, heilbrigðisþjónusta getur ekki verið háð hagsveiflum. Í nýframlögðu fjárlagafrumvarpi framlög til heilbrigðismála aukin og það engin aðhaldskrafa sett á heilbrigðisstofnanir, sjúkrahús og öldrunarstofnanir. Í því felast skýr skilaboð. Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur stendur vörð heilbrigðiskerfið. Sameinumst stöðugar umbætur heilbrigðiskerfisins. Öflugt samfélag byggir ekki síst á sterku heilbrigðiskerfi. Þá tekur næst til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson og talar af hálfu Viðreisnar. Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Nú nýr þingvetur hafinn með nýjum fyrirheitum sitjandi meirihluta. Í fjárlagafrumvarpi ársins 2023, stefnuskrá ríkisstjórnarinnar, eitt og annað gott að finna. En það þó augljóst að ríkisstjórnin fellur á prófinu þegar horft til verðbólgunnar sem í hæstu hæðum og markmiðsins að auka velferð í landinu. Við höfum allt frá árinu 2017 verið með ríkisstjórn sem samsett af flokkum sem segjast ekki vilja vinna saman. En hugmyndafræðin látin víkja fyrir löngun til setu við ríkisstjórnarborðið. Þau mætt til að koma í veg fyrir að ákveðnir hlutir gerist og viðurkenna það bara.
Þetta eru skilaboðin til íslensku þjóðarinnar. Ljóst að flokkarnir eru settir í fyrsta sæti meðan almenningur bíður eftir úrbótum. Það hefur mikið setið á hakanum síðastliðin 5 ár og við sjáum það til dæmis svo vel í heilbrigðiskerfinu, hvort sem við horfum á stöðuna í landsbyggðunum, á Landspítalann okkar eða viðvarandi biðlista barnanna okkar eftir þjónustu. Ég get líka nefnt biðlistina sem eru eftir viðtalinu við að komast á biðlista, til dæmis eftir liðskiptaaðgerðum. Ríkisstjórnin þráast við að semja við sjálfstætt starfandi aðila að taka að sér slíkar aðgerðir og með því í raun verið að búa til tvöfalt heilbrigðiskerfi. Þar sem hinir efnameiri kaupa sér þjónustu hjá einkaaðila á meðan að hinir halda áfram að húka á biðlista, jafnvel svo árum skiptir. Því miður versnar staðan frekar en að batna og svör ríkisstjórnarinnar eru fá. Engin sátt virðist vera rekstrarfyrirkomulag og þess vegna bara best að gera ekki neitt. Tölum svo aðgerðir í sjávarútvegi. Mun þessi ríkisstjórn einhvern tímann bjóða þjóðinni það réttlæti sem hún kallar eftir? 77% þjóðarinnar kallar eftir markaðsleið í sjávarútvegi. En ríkisstjórnin skipar starfshópa málið og við vitum öll að það mun engu skila. Í besta falli örlítilli hækkun veiðigjalds. En grundvallarbreytingin þar sem að tryggt verði í lögum að þjóðin eigi kvótann, samningar gerðir tímabundnir og fyrir hann skuli greiða markaðsgjald verður ekki í tíð þessarar ríkisstjórnar. Virðulegi forseti, þessi ríkisstjórn ekki ný í starfi og Viðreisn var farin að kalla eftir efnahagsaðgerðum löngu fyrir heimsfaraldur þegar farið var að kólna í hagkerfinu. Þá hefði verið rétti tíminn fyrir ríkið að keyra í gang framkvæmdir og opinberar fjárfestingar. Ríkisstjórnin fór því allt of seint af stað og núna hálfnuð með verk eins og Reykjanesbrautina. En hafa því miður ákveðið að stöðva þá framkvæmd núna rétt eitt ganginn til þess að auka ekki á verðbólgu. Það engu öðrum að kenna en seinagangi hjá þeim sjálfum. Virðulegi forseti, fyrir síðustu kosningar var ungu fólki talið trú að lágvaxtaskeið væri hafið á Íslandi. Og hvað sjáum við? Evrópumet í vöxtum á óverðtryggðum lánum. Og þau sem bitu á agnið í góðri trú sitja nú með hnút í maganum í hvert sinn sem seðlabankastjóri birtist í fjölmiðlum. Og einhverra hluta vegna telur Seðlabankinn eðlilegt að koma í veg fyrir styrkingu krónunnar sem gæti haft í för með sér ábata fyrir almenning en lætur það vera að koma í veg fyrir að gengi krónunnar veikist eins og það hefur verið að gera að undanförnu þrátt fyrir mikinn fjölda ferðamanna. Það alltaf íslenskur almenningur sem látinn greiða kostnaðinn af ónýtum gjaldmiðli. Og gleymum ekki matarkörfunni sem hækkar og hækkar. Og það ekki bara innflutta varan sem hækkar heldur hafa innlendar vörur hækka verulega og gera má ráð fyrir að hækki meira núna miðað við framkomið fjárlagafrumvarp. Þrátt fyrir hærra vöruverð batnar staða bænda ekki neitt. Hver ástæðan fyrir því önnur en sú að kerfið virkar ekki hvorki fyrir neytendur né bændur. Og það eru kjarasamningar framundan og ríkisstjórnin gefur tóninn með því að vísitölutengja krónutöluhækkanir fjárlagafrumvarpsins. Það gott innlegg inn í komandi kjarasamninga eða hitt þó heldur. Og ég hef heldur ekki minnst á þær ósanngjörnu skerðingar sem að viðgangast í almannatryggingakerfinu sem Sjálfstæðisflokkurinn lofaði að leiðrétta árið 2013. Einhver dráttur virðist hafa orðið á því loforði. Virðulegi forseti og kæru landsmenn, við þurfum að gera verulega kerfisbreytingar til þess að þessu landi verði stjórnað með hagsmuni alls almennings í huga.
Við þurfum frjálslynd viðhorf í Stjórnarráðið. Viðhorf fólks sem horfir til framtíðar en ekki fortíðar. Fólk sem mætir til að vinna að breytingum en ekki til að viðhalda stöðnum. Við þurfum viðreisn í ríkisstjórn. Þá tekur að lokum til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og talar af hálfu Miðflokksins. Herra forseti, góðir landsmenn. Þær áherslur sem forsætisráðherra talaði fyrir í stefnuræðu sinni og endurspeglast í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar benda til að í engu hafi aukist skilningur innan ríkisstjórnarinnar á mikilvægi aukinnar verðmætasköpunar. Á þingmálalistanum má aftur sjá frumvarp bann við rannsóknum, leit og vinnslu á gasi og olíu í efnahagslögsögunni. Þetta gerist á sama tíma og norsk stjórnvöld úthluta 53 nýjum sérleyfum til leitar og vinnslu olíu á landgrunni Noregs og á sama tíma og Elon Musk, forstjóri rafbílaframleiðandans Tesla, kallar eftir aukinni framleiðslu á olíu og gasi. Ríkisstjórnin sem nú vill banna rannsóknir á Drekasvæðinu sama ríkisstjórnin og sólundar enn skattpeningum í rannsóknir á mögulegu flugvallarstæði í Hvassahrauni, í nágrenni svæðis þar sem tvisvar hefur gosið á undanförnum misserum. Það skal leggja blátt bann við rannsóknum á Drekasvæðinu með þeim rökum að það þurfi að senda skýr skilaboð til umheimsins þess efnis að Ísland ætli að leggja sitt af mörkum til að takast á við loftslagsbreytingar. Skilaboðin til umheimsins ættu auðvitað að vera þau að minna á að Ísland grænasta land í heimi, í þeim skilningi sem hér rætt. Hér hæsta hlutfall endurnýjanlegrar orku á byggðu bóli, hér framleitt grænasta ál í heimi og við ættum að senda þau skilaboð frá okkur að hér á Íslandi ætti að auka framleiðslu en ekki minnka hana, eins og ýmis félagasamtök og jafn ótrúlegt og það kann að hljóma, stjórnmálaöfl virðast tala fyrir. Góðir landsmenn, ég sagði hér í ræðu minni við eldhúsdagsumræður í júní síðastliðinn að ef það væri ætlun ríkisstjórnarinnar að draga verulega úr matvælaframleiðslu á Íslandi, þá væri hreinlegra að segja það bara beint út, í stað þess að svelta bændur landsins þannig að þeir hrökkluðust frá bústörfum og því mikilvæga verkefni að framleiða heilnæmustu landbúnaðarafurðir í heimi. Ég bar það von í brjósti að matvælaráðherra og eftir atvikum fjármálaráðherra nýttu sumarið vel til að tryggja bændum þá viðspyrnu sem nauðsynleg til að þeir heltist ekki úr lestinni hver af öðrum með alvarlegum afleiðingum fyrir hag lands og þjóðar. Því miður bendir fátt til þess að sumarið hafi verið nýtt vel. Þær fréttir bárust í júlí síðastliðnum með miklu fjölmiðlabrölti að Framsóknarflokkurinn ætlaði, að því virtist með eigin höndum formannsflokksins, að byggja 35.000 íbúðir á næstu 10 árum. Sami blaðamannafundur var svo endurtekinn í gær, 2 mánuðum síðar, þar sem sami innviðaráðherrann trommaði upp og sagðist ætla að byggja 20.000 íbúðir á 5 árum. Þarna má eflaust sjá vísi að hringrásarhagkerfi Framsóknarflokksins og endurnýtingu glærusjóva, sem menn hafa gert að listgrein í þeim hópi sem Framsóknarflokkurinn hefur nú fundið sér hlýju hjá í höfuðborginni. Allt væri þetta gott og til bóta ef væri að ræða annað og meira en glærusjó. Og fjölmiðlakynningar. Enn sem komið virðist fyrst og fremst áhugi á því hjá skipulagsyfirvöldum í Reykjavík að byggja í og við veglínu fyrirhugaðrar Sundabrautar og svo við enda flugbrautar í Skerjafirðinum. Ég vil nota þetta tækifæri til að hvetja innviðaráðherra til að taka á sprett. Ekki með spretthópi, heldur sjálfur og höggva á þann hnút sem skipulagsmál höfuðborgarinnar í hvað það varðar að aðgengi lóða að lóðum verði forsvaranlegt. Enda ber flokkur innviðaráðherra, Framsóknarflokkurinn, nú megin ábyrgð á því að hinn tvífallni meirihluti í Reykjavíkurborg geti áfram þvælst fyrir þeirri uppbyggingu sem svo sárlega þörf á. Það yrði raunverulega til bóta í slagnum við verðbólgudrauginn sem nú lætur finna svo rækilega fyrir sér. Annað vopn í þeirri baráttu væri að láta krónutölugjöld hins opinbera ekki hækka sem á sjálfstýringu væri til jafns við vísitölu sem innifelur húsnæðisverð. En við því miður ekki að búast sé litið til fjárlagafrumvarpsins sem nú liggur fyrir. Af hverju þurfa til dæmis bensíngjald, olíugjald, áfengisgjald, kolefnisgjald og bifreiðagjald, svo einhver gjöld séu nefnd, að taka þriðjungi hærra stökk á milli ára en annars væri til að mæta hækkun á húsnæðisverði? Góðir landsmenn, enn skal bæta í stofnanabáknið. Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar eru kynnt áform að nú skuli koma á laggirnar sjálfstæðri mannréttindastofnun. Það auðvitað virðingarvert að stjórnarflokkarnir segi bara frá því að enn skuli þenja út báknið.
Á meðan sumir ráðherranna segjast í orði kveðnu vera miklir áhugamenn einföldun stofnanakerfisins og aðhald í umfangi hins opinbera, þá eru gjörðir ríkisstjórnarinnar að benda til annars. Stuðningsmenn ríkisstjórnarflokkanna finna sig iðulega í þeirri stöðu að þurfa að verja veru síns flokks í ríkisstjórnarsamstarfinu sem nú hefur sinn annan þingvetur á öðru kjörtímabili sínu. Stuðningsmönnunum auðvitað vorkunn, sumum þeirra að minnsta kosti, en í stjórnmálum það ekki góður staður til að vera á að réttlæta veru sinna manna í ríkisstjórn með því að segja, já, ef mínir menn væri ekki þarna, þá væri þetta bara allt enn hræðilegra en það er núna. Kæru landsmenn, við erum föst á tímabili ákvarðanatökufælni. Þessi ákvarðanatökufælni, hvort sem hún snýr að atvinnuuppbyggingu, framleiðslu á orku, flutningi á orku, endurskoðun og regluumhverfi innflytjendamála, fyrirsjáanleika í rekstri sjávarútvegsins, byggðamálum, gjaldtöku á umferð eða öðru sem of langt mál væri að telja upp, dregur úr getu atvinnulífsins til að auka verðmætasköpun og þar með úr getu hins opinbera til að standa undir þeim velferðarkerfum sem okkur eru svo mikilvæg. Þessu tímabili verður að ljúka. Og lýkur þar með umræðum stefnuræðu forsætisráðherra. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá. Fundi er slitið.